Allt nám í hernum endar á við getum kallað verklegu prófi sem í rauninni bara áframhald af þessari Hell Week. Fer maður inn í svona lotu sem kannski eins og í grunnnáminu, þá hún 2 vikur og þá veistu ekki hvað að fara að gerast. Og það alls konar svona verkefni, það mikið verið að reyna þolrifin, fara út fyrir þægindaramman og svo henni endað á því að maður sendur út í skó í kannski 7 til 8 daga og það það sama, það ekkert sofið, það ekkert borðað og áreitið mikið og markmiðið alltaf að testa mann sem leiðtoga undir álagi. Af því að það sem við erum að þjálfa alla leiðtogahernum fyrir, það í rauninni aðstæður sem eru bæði krefjandi og í rauninni hættulegar og þá náttúrulega bara að tala um stríð. Góðan daginn, kæru vinir. Djöfull var ég að ljúka við gott spjall hérna fyrir nokkrum mínútum. Það miðvikudagurinn 3. apríl 2019 og gestur þáttarins að þessu sinni fyrrverandi skólabróðir minn. Ég hafði reyndar ekki hugmynd það, en hann var á síðasta árinu sínu í Vestló þegar ég byrjaði á mínu fyrsta. Og eins og svo margir aðrir stúdendar spurði hann sig að því hvað hann langaði að gera að útskrift lokinni. Munurinn á Bjarka og öllum öðrum Íslendingum í hans sporum lá ekki í valmöguleikunum sem stóðu til boða, heldur ákvörðuninni sem hann tók. Drifinn af hvatvísi og ævintýraþrá að skrá sig í norska herinn. Bjarki eini Íslendingurinn á þessu stigi innan norska hersins, 28 ára gamall með 30 undirmenn, en leiðin þangað var ekki áfallalaus. Inntökuprófið í herinn, eða svokallað Hell Week, var bara forsmekkurinn af einhvers konar Hell Year sem var í vændum, en hann útskýri ítarlega fyrir okkur hvernig áreiti og álagi beitt til að byggja upp og styrkja karakter hermannanna. Leiðtogaþjálfun, vopnaþjálfun, ægi, heræfingar, stríðsuppsetning, þægindarammin, endurlífgun, skipun til að taka líf, þrekpróf, gönguskíði, snæperar og basúkur eru meðal orða sem hljóma í þessum þætti og kalli mig einfaldan, en djöfull finnst mér spennandi. Bjarki hefur hlotið menntun og öðlast hæfileika sem dreymir að búa yfir, en sögurnar af leiðinni sem lága þessari persónuleikaþróun bæla þessa drauma töluvert og ég gerir mig grein fyrir að þetta ekki fyrir alla. Þó að heræfingar séu vissulega æfingar, þá hefur ansi margt komið upp á slíkum viðburðum sem hefur leitt til þess að Bjarki hefur bjargað mannslífi, en í önnur skipti hefur það ekki farið svo vel. Mér líður eins og þessi engin gulrót í því að útskýra annan þátt frekar fyrir ykkur. Bjarki fór einfaldlega til Noregs í hernám, kunni ekkert í norsku, var engin bardaga, stríðs eða heráhugamaður áður en þessi kafli í hans lífi hófst. Hann settist svo á móti mér og svaraði öllu því sem ég langaði að vita tengdu náminn hans síðustu 7 ár og herskildunni sem hann gegnir í dag. Þátturinn í dag í boði Eldum Rétt. Slepptu því að velta þér upp úr því hvað átt að borða, slepptu því að fara í búðina og slepptu því að kaupa þér drast takeaway á leiðinni heim úr vinnunni. Farðu frekar á eldumrétt.is og skoðaðu matapakkana sem þau bjóðu upp á og legðu inn pöntun fyrir miðnætti hvern miðvikudag til að fá matinn sendan heim upp að dyrum. Það pakkar þarna við allra hæfi, vegan, paleo, sígildur, fisklaus og léttlagaður. Maturinn kemur í hárréttum skammtastærðum ásamt uppskrift hvernig á að matreiða, svo við sleppum við alla matarsóun, en þar að ekki gefur Eldum Rétt alla umframframleiðslu sína til Fjölskylduhjálpar Íslands. Legðu inn pöntun á eldumrétt.is og þú getur annarkvort sótt til þeirra eða fengið máltíðir næstu viku sendar heim upp að dyrum. Svo eina sem þú þarft að gera elda matinn og setjast að snæðingi. Ég að fara að sækja minn pakka sjálfur, svo verðið mér að góðu. Takk fyrir það. Eigum við ekki bara að byrja hana þátt. Eitt í viðbót, sérstakt shoutout á Auðun Lúthersson, a.k.a. Auður, fyrir einhverja bestu tónleika sem ég farið á í Gamla Bíó föstudaginn síðastliðinn. Djöfull ertu ógeðslega góður í því sem þú gerir. Allavega, byrjum hana þátt. Bjarki Brynjarsson, gjörið þið svo vel. Bjarki Brynjarsson, hermaður, rúmlega það. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Ég veit, við vorum að ræða þetta hérna áðan, þú myndir ekki kalla þig Hermann, því ég er svolítið lokið þið ekki? Að vissuleyti, já. En þú ert í norska hernum? Já. Og þú ert 28 ára gamall? Mikið rétt. Útskrifaðist úr Vestló, vissir ekki alveg hvað þú ætlar að gera og nú ertu búin að vera 7 ár í norska hernum. Passar. Hvað ert að gera þarna úti? Eins og þá ég yfir 30 manna hópi og við erum bara að leysa allskyns verkefni saman fyrir sem sagt stærri herlitina mína og síðan ég ábyrgur fyrir sem sagt þjálfun og menntun hermanna minna sem undir mér. Hvað kemur til að íslensku strákur fari í norska herin og núna sjá að mennta aðra hermenn, eða nýja hermenn? Þetta var fyrst og fremst bara ævintýraþrá.
Ég fann svona eftir menntaskóla hérna heima, maður var búin að vera í svona mjög þægilegu og lokuðu umhverfi með skóla og íþróttum, að það var eitthvað svona, það var löngun í að fara og prófa eitthvað nýtt. Þannig að þegar ég heyrði þennan möguleika að við Íslendingar gætum farið í norska herinn og mentað okkur þar, þá bara í rauninni stökki á tækifæri. Ég spurði enga spurninga, heldur bara flaug út til Noregs og byrjaði. Já, þú ert ekkert með en tengslarna í Noregi, þú talar ekkert norsku, en þetta var bara frá byrjunarreit og yfir það bara að byrja að tala tungumálið og kynnast fólkið þarna og bara menta þig. Já, nákvæmlega. Þetta byrjaði hjá mig 2011, beint eftir útskrift, að ég ákveðum haustið að flytja út og það var ekkert plan, ég hringdi í félaga minn sem bjóði í Bergen á þeim tímapunkti og spurði hvort ég mætti ekki krassa á sófunni honum í nokkra vikur og síðan bara flýgi út og redda mig síðan íbúð og vinnu og vinn þarna 1 vetur og mæti síðan inntökupróf sumarið eftir hjá norska hernum. Manstu svona á þeim tíma þegar þú ert að útskrifast og hugsaðar þetta sem ævintýri, manstu svona eftir hverju þú varst að vonast? Já, mér langaði rosalega eitthvað svona spennandi, krefjandi og sérstaklega öðruvísi, af því ég var hann rosalega svona skólaþreyttur, svona á því að vera bara mæti í tíma og mæti í próf. Mér langaði svona eitthvað öðruvísi og norski herinn þeir selja námið sitt rosalega dýrt og að það sé öðruvísi en venjulegt nám og það reyndist algjörlega að vera sannleikurinn. Þú varst ekki á leiðinni í Háskóla Íslands eða Háskóla Reykjavíkur á þessum tíma? Engan veginn. Og ertu fyrir bókina eða ertu meira bara svona svo fólk átti svo að því hvaðan þú kemur út af því að þú ert búin að vera á svo löngu ferðalagi í gegnum þetta og væntanlega búin að búa til nýja eiginleika og þjálfa þig yfir í eitthvað svona annað ástand en þú varst í en bara svona á þessum tíma þegar þú ferð út, þú veist eins og systkiniðin voru þau bara það blundaði nú alltaf í honum einhver hermaður. Það fyndi að segja, já það er svona þegar ég var að segja fólki frá þessu, þá voru ekki margir sem svona einhvern veginn challenge þessa hugsun mín að fara í herinn. Fólk var svona, já ég held að þetta passi þér bara ágætlega og það reyndist þeirra satt sko. Já, þannig að þú veist, foreldrarnir voru ekkert í sjokki með að þeir langaði að vera að gera eitthvað aktíft frekar heldur en að henda þér í 4 ári viðbúta bókalisti. Nei, það voru þau sem sögðu mér að flytja út og fara að vinna og læra tungumál áður en ég byrjaði hernum. Þannig að þau voru mjög hvetjandi. Geggjað. Hvernig byrjar þetta? Hvernig hefst svona ferli? Hvað er maður látið gangi í gegnum til þess að komast inn í norska herinn? Og eru allir sem komast í þetta? Nei, það er ekki allir sem komast í þetta og það er í rauninni sko, já, til að skilja, það er í rauninni 2 mismunandi leiðir í hernum. Við erum með sem sagt grunnnám og bara nám almennt í hernum og svo er það annars vegar herskylda og þar er mikill munur á. Þeir sem koma sem eru skyldaðir til að fara í herinn í 1 ár, það er yfir fólk sem kemur bara beint menntaskóla og verður í rauninni svona almennir hermenn, er ekki með ábyrgð fyrir neinu, heldur eru bara að leysa verkefni sem yfirmenn og leiðtogar eru að skipuleggja. Og það er vanlega hvað verkefni sem eru búin til eða ég meina þeir eru ekkert í einhverjum alvarlegum verkefnum eða eitthvað? Nei, það er rauninni bara svona grunnþjálfun, þannig að ef eitthvað kemur fyrir í Noregi og það þarf að mobilisera herinn, þá er þetta að kalla það fólkin og það getur syndi að vera hermenn í átökum basically. Og eru allir normenn látnir fara í þetta? Það er almenn herskylda í Noregi, já, en herinn er bara ekki nú stór til að taka við öllum. Þannig að ef herinn væri nú stór þá myndu allir koma inn, en af því að það er ekki pláss fyrir alla þá er rauninni geta valið hverja þeir vilja fá inn og hverja ekki. En það koma á hverju ári eru, ég held að séu 7-8.000 ungmenni sem eru að koma beint úr menntaskóla sem fara þá í 1 árs herskyldu. Og þeir taka líka á móti útlendingum? Já og nei. Það er í rauninni krafa að vera norskur ríkisborgari, en það er náttúrulega margir með annan bakgrunn sem fluttu ungir til Noregs og eru orðnir norskir ríkisborgarar. Og eina undantekningin er Íslendingar. Ok. Og þú ferð þarna og vinnur bara á almennu vinnumarkaði í 1 ár í Noregi, læri tungumálið. Og hvað tekur síðan við? Já, svona læri, kannt allana fyrir þér í norskunni. Já, gæt bjarga mér. Hvað tekur síðan við? Ertu bara til að gefa okkur smá innsýn í það? Hvernig það er bara að byrja í norska hernum alveg grænt náttúrulega? Þú ert ekkert einhver gæði sem varst að, með eitthvað byssufettis og að einhverja bardagalistir eða hvað? Nei, þetta var alveg bara drifið af ævintýra þrá. En þetta byrja sem sagt hjá öllum sem vilja mennta sig hernum. Þetta byrjar á inntökuprófum. Og þar bara sækir maður í rauninni eins og í hvert annað nám
og síðan inntökuprófin sem ég segi og það eru 3 vikur í heildina þar sem það byrjar í rauninni bara á líkamlegum prófum, læknisskoðun, viðtali og svona ýmislegt bara svona vera að testa maður svona grunnþættina áður maður kemst áfram á næsta stig sem 1 vika þá út í skógi það sem mikið áreiti, mikið verið að gera, lítið sofið, nánast ekkert borðað og þar verið sko að testa mann líkamlega, andlega og sem leiðtoga og þá aðlega leiðtoga undir álagi og hvort maður í rauninni geti haldið áfram og mennta sig sem leiðtogi í hernum. Þetta þetta kannski svona Hell Week dæmi sem að svona almennur borgari þekkir. Já, þekkja margir þetta hugtak Hell Week sem hún nefnir. Þannig að strax byrjað að síja út bara, eða svona skipta í hópa andlega veikir og andlega sterkir og líkamlega veikir og líkamlega sterkir. Algjörlega. Máttu gefa okkur eitthvað innsýn inn í þetta? Hvernig þetta leit út? Hvernig, og veist, bara svo maður aftur sá því hversu erfitt þetta eða hversu mikið álag þetta Inntökuprófin þá? Já. Já, ég getum svona talað um það. Þetta maður sem sagt fær bara útbúnað, föt, bakpoka, vopn, allt saman og skóbúnað og svo okkur skipti lið, cirka 10 manns í hverju liði og svo þetta bara að byrja að maður keyrður út í skó og síðan bara bakpokin á sem 25 kíló og svo það lappað rosalega mikið upp á fjöll og út í skógi og já, eitt af því mikilvægasta fyrir góðan hermann það að vera góður með kort og áttavita þannig að maður oft bara sagt mættu á þennan stað og gefið upp hnýtt og svo maður bara með kort og áttavita og maður bara að finna leiðina og svo þegar maður mætið á þann stað þá var kannski eitthvað verkefni sem gæti verið að bera drumba í nokkra klukkutíma eða sandpoka eða eitt og annað og þá var alltaf eitt sem var yfir því verkefni og var svona á að skipuleggja hvetja fólk áfram og því lengur sem að komst í vikuna því náttúrulega meira krefjandi var verkefni og krefjandi að vera leiðtogi. Þú gast mögulega lent í því sjálfur að vera þurft að leiða hópinn? Algjörlega, og það eitt sem fylgir liðinu stanslaust. Já. Og það hann sem að punkta hjá sér og svona að meta fólk í rauninni og það hann í rauninni sem tekur ákvörðun hver kemst inn og hver ekki og hann bara bendir á einn og bara allt í einu ok, þú ert yfir þessu verkefni og þú ert bara að leysa það. Og þú ert þarna með, þú varst að tala um þess að 10 manna hópa, þetta ekkert eitthvað félagaðinir sem varst búin að fá að kynnast eða þið voru eitthvað búin að setjast í kaffi saman, þetta bara random gæjar sem þú þekkir ekki neitt og þið eru bara að fara að gangi gegnum einhverju erfiðustu viku lífsins á þessum tímapunkti. Nákvæmlega. Og hvernig er líkaminn svona stressaður og hausinn, hvað þýða að láta ykkur undir álag? Það getur verið líkamlegt, það getur verið að enginn má tala, það getur verið það getur verið að við erum að vinna að nóttu til í miklu myrkri, það alls konar, það getur verið að menn hent út í kalt vatn fyrst og svo að leysa verkefni, það bara allir gangur á því Og þetta vantarlega trekk, það enginn eitthvað svona, þið ekki haldið vakandi eina nótt og svo farið viku pásu og síðan heldur áfram, þetta svolítið viðbjóður, eða ekki? Þetta non-stop, það hættir ekki. Hvað ert þú að hugsa á þessum tímapunkti þegar þú ert kannski búin að vera vakandi í einhverja klukkutíma og orðið kalt og blautur í fæturna og ekki búin að fá nóg að borða? Ertu þá ennþá bara, ég ætli innan hér? Já, svona einstinni þá, maður finnur einhverja hvatningu sem ítir mann áfram en þetta stoppa maður inn á milli og spyr sig af hverju maður að gera þetta. Já. Og hvað svona, í hvað leitaði þú? Af hverju var staðið þessu? Það er þessi ævintýra þrá bara, mér langaði rosalega mikið að komast áfram á næsta stig og sjá hvað var í boði og þessi menntun náttúrulega, þeir seldu mér hana gjörsamlega og hvað var í boði við hinn endan þegar mentunin er búin Hvað er það sem er í boði þar? Já, sem sagt í rauninni bara að halda áfram eftir inntökuprófin, þá fer maður í þetta grunnnám og það er í rauninni heldur áfram að þjálfast maður í basically bara vera hermaður og leiðtogi og það er vopnaþjálfun, það er að kunna að þjálfa og mennta aðra og þegar námið er loknu þá kemst maður upp á í rauninni næsta level fær gráðuna sergeant og yfirleitt verður maður þá yfir liði af hermönnum og þá þegar maður búið með nám og komin út að fara að vinna fyrir herinn
þá þetta lið sett saman úr einum svona sergeant og hermönnum sem eru þá að koma inn í herskilduna. Og þú ert þar í dag? Nei, ég komin ennþá lengra. Ennþá lengra en það? Já. Þegar maður búið með grunnnámið og búin að vinna í 1 ár og jafnvel lengur, þá stendur mann til boða að fara í háskólanám og þá bara nýtt umsóknarferli, ný inntökupróf og síðan 3 ára háskólanám. Ok, þannig að það alltaf verið að testa mannskapinn og hleypa honum síðan áfram ef hann kemst í gegnum þessi þolpróf eða hvort sem andlega eða líkamleg. Já. Ok, hvað gerist þarna? Þú kemst í gegnum þessa fyrstu síu sem þetta Hell Week. Svona á skalanum 1 upp í 10, hversu erfitt var þetta út? Þú talar þetta bara svona brosandi, já, lítið sofið og maður kannski látin hoppa út í kalt vatn, en þú veist, þetta, menn ekkert eitthvað að grínast í hver öðrum á þessum tímapunkti? Nei, svona sem dæmi þá, ég fór úr því að vera 91 kíló í 80 á þessari viku, þannig að já, þetta reyndi á og jú, maður mjög búinn á því eftir á, en tilfinningin að hafa klárað þetta bæði bara sem að maður komst í gegn og komst inn, en líka raunin bara í rauninni andlega svona fyrir sjálfan sig sko. Það er mjög satisfying að hafa í rauninni komist í gegnum þetta og vita hvað maður í standi til að gera, af því að maður getur rauninni í engum öðrum kringustæðum testa sig svona mikið. Það þarf að vera í umhverfið sem kontrollerað og skipulagt og það koma rosalega margir að skipulegja og framkvæma svona inntökupróf og að því leyti þetta mjög einstakt og í rauninni bara frábært fyrir hvert sem að fá að komast í svona aðstæður. Já, og horfður á einhver að gefast upp í þínum hópi eða? Já, það gerist bara reglulega. Það var í þessum fyrstu inntökuprófum, það byrjuði allir dagar svona klukkan 6 þegar maður var búin að vera úti alla nóttina að gera eitthvað og þá var bara öllum stillt upp og svo mætti bara yfirmaðurinn og svo var spurt, einhver sem vil gefast upp? Og þá standa menn og þá spurði ég þessi spurninguna, af hverju ég að þessu? Og þá var alltaf einhverju sem bara löpuðu burt og ég vil ekki meir. Nei. Og var aldrei neitt sem að bara, þú veist, það var eitthvað mission í gangi og það var bara, herrðu, ég nefnir sig lengur, þetta er ekki fyrir mig. Jú, það gerist mjög reglulega. Þegar þessi vika búin, þá eru ekkert rosalega margir eftir til að velja. Þeir eru með x mörg pláss sem þeir þurfa að fylla í skólanum og þegar inntökuprófin búin, þá eru inntökuprófin velja sig sjálfur eða velja allir sjálfur. Já. Það þarf ekki mikið að vera að diskutera hverju komast inn og hverju ekki, af því það er í rauninni bara það fáir eftir og þessi fyrsta inntökupróf, það eru 2000 mann sem mæti þau, það eru bara 600 sem komast inn. Já, okay. En af þessum 2000 það voru rétt rúmlega 600 sem komist í gegnum þessa viku. Ok. Þannig að þá ertu í rauninni bara automatískt komið með þá sem fara áfram með grunnnámið. Af hverju missirðu 11 kíló á þessar einni viku? Það er náttúrulega stöðugt activity. Það eru 23 klukkutímar af 24 á sólringna sem eitthvað í gangi. Já, þetta er alveg svona mikið stress. Já, þetta er mjög mikið og það er eins og segja að ganga langt með bakpúka, langir svona marsar eins og það kalla það, marsera langt og það eru mörg líkamleg verkefni. Það getur eins og segja, þú getur komið með einhver verkefni sem bara að bera hluti heil lengi fram og tilbaka, gjörsamlega pointless en það hluti af þessu og síðan við fengum, já ég man ekki hvað það var lítið en það var mjög lítið að borða. Það var svona annað hver dag, þá fekk maður kannski eina tvær brauðsneið með einhverju áleggi og svo bara áfram. Það eina sem maður fekk nóga, það var vatn. Já, ok. Og snjór kannski? Ja, þetta var endur að sumri til, hann það var ekki mikið á honum. Ok, það slapp. Já. En hvað tekur við eftir, getur þú bara leitt með hans í gegnum bara þessi undanfarin 7 ár? Hvað tekur við, hvernig, já, bara svo höldum áfram með hvernig það lítur út að byrja í norska hernum. Þú ert komin í gegnum inntökuprófið, þetta svokallaða Hell Week. Ég veit ekki hvort að þú vilji nota það orð, en það er allavega svona mest spennandi frasin yfir þetta. Já, á þessum tímapunkti þá var það. En eftir allt námið þá þetta orðið svona, ég segi ekki smávægilegt en tölvöld minna, ég hef gengið í gegnum mjög nærvera hluti heldur en inntökuprófin. Já, ég get ekki beðið eftir að heyra meira sko. Hvað tekur við eftir inntökuprófið? Þá fór ég eins og í þetta grunnnám, bara grunn, her og leiðtoganám sem var mjög mikið líkamlegt og verklegt sem ég var að gera námið mjög spennandi. Þetta var eitthvað bóklegt og prófin á milli og svona, en við fórum ofta á langar
heræfingar, kannski viku í senn og jafnvel lengur, þar sem maður var út í skógi og þá var það sama í inntökuprófunum, bara ennþá lengra og já, að mörguleiti erfiðara, sem sagt að leysa verkefni í hópum og alltaf eitt sem var yfir verkefninu. Og þá var meira líka þegar verkefni var leyst, að þá settust menn niður og ræddu ok, hvernig hvað var planið, hvernig leystu við það, hvað fór úrskis og hvað fór vel. Og þetta er hugtakið after action mikið notað. Og það er það sem við gerum og þannig í rauninni læra menn og það er það sem þetta gengur út á í rauninni, að þróast sem leiðtogi, að vera stöðugt, að þróast og vinna í sjálfum sér. Og það er mitt það sem ég fannst mest heillandi við námið, það er hvað það er persónubundið. Þetta er ekki bara að mæta í skólan, vera í tímum og ná einhverjum prófum. Það er stöðugt að fylgjast með manni og og maður þarf stöðugt að vera að vinna í sjálfum sér og markmiðið er alltaf í rauninni að þróa sem leiðtogi og ekkert endilega vera að ná einhverjum frábærum árangri endalaust. Það er meiri fókus á það þegar maður er búið með námið og farin að vinna. En í náminu þá er það alltaf aðferðafræðin. Hvernig bætum við aðferðafræðina, hvernig verður betri leiðtogi. Þannig þitt svona megin markmið og þeirra megin markmið er að mennta ykkur sem leiðtogar. Já. Og hvernig gera þeir ykkur að betri leiðtogum? Það er rauninni bara eins og ég er búin að lýsa. Það er mikið verið að gera verklegt. Það er mikið fylgst með manni og það er mikið verið svona að reflekta á það þegar maður er búinn að leysa verkefni. Og ekki endilega eitthvað eitt verkefni, það getur verið lengra tímabil. Það getur verið kannski mánaða tímabil, það sem maður er búinn að vera í einhverjum skólaverkefnum eða mörgum mismunandi heræfingum og þá fær maður rosalega gott feedback og það er alveg settur af mikil tími til að gefa mönnum feedback og þannig að menn geti bætt sig. Og það er í rauninni, ég hef ekki upplegað á neinum öðrum stað þar sem menn eru hreinskilnir við hvern annan. Og menn verður alveg að geta þolað það. Það er hluti af því í rauninni að vera leiðtogi. Það er að geta tekið við öllum þessum feedbacku sem hann fær frá vinnufjölum sínum, undurmönnum, yfirmönnum og einhvern veginn geta unni úr því. Maður þarf ekki að vera sammála öllu, en ef þú ætlar endalaust að vera ósammála öllu, þá svona í rauninni getur ekki þróa sem leiðtogi og þar að leiðandi maður ekki heima sem leiðtogi hernum sko. Nei, þetta var eins og hann Runi í sérsetinni var að tala að þegar það er sest niður og farið yfir málin þá verða menn að geta tekið bara, árásum á kassan, eða árásum að, gagnrýninni allavega. Uppbyggileg gagnrýni, við vinnum rosalega mikið með það. Já. Er þetta, þannig á þessum tímapunkti, þegar þú ert búinn með þetta nám, og þetta er náttúrulega, þetta er nám, eða ekki? Þú ert að fá háskólagráðu frá hernum. Já, þegar ég fór í áframhaldandi nám, eftir grunnnámi og tók þessi 3 ár í háskóla, þá er það í rauninni, það er gild bachelorgráða. Og er þetta líkt á einhvern hátt námi sem að fólk fer í hérna á Íslandi? Eða? Er einhver partur af þessu námi sem þú ert að fara í bara í skólastofu og það þarf að lesa þessa bók og þú ert að fara í krossapróf eða whatever, skrifa ritgerð, er sá hluti af þessu líka? Já, sá hluti er alveg til staðar og sérstaklega eins og háskólanámi til að það geti verið viðurkennt. Það þarf að hafa x mikið af tímum, það þurfa að vera ritgerðir og próf. Það sem skólinn sker sig úr og menntun í hernum almennt, það er hvað maður í rauninni fær að gera mikið verklegt. En margar af kenningunum sem við erum að vinna með, bara eins og innan leiðtogafræðinnar, við erum mikið með sálfræði, það er bara úr almennum háskólum sko. Og á hvaða stall þarf maður að vera komin til þess að vera allt í einu byrjar að sjá einhvern hóp sem er, eins og þú ert með í kringu 30 undirmenn. Þarf ekki að vera komin heldur langt og vera ansi sjóhaður í þessu til þess að geta allt í einu verið ábyrgur fyrir svona hóp? Já, það er að hafa klára grunnnám og síðan seinna með háskólanám. Þá er maður komin á það stig að maður er orðin það sem er kallað officer og þá ertu komin með ábyrgð fyrir fólki í rauninni og stærri hópum. Og hvað finnst þér þú hafa lært til þess að geta gert þetta? Finnst þér þú alveg vera bara geta staðið þarna og verið sjálfur mjög svefnvana, verið búin að borða lítið og kalt og bara líða ömurlega og samt vera að drífa áfram hópiðin? Já, algjörlega. Ég er ekkert ofumenni, ég er bara eins og hver annar sko, en maður er klálega búinn að fara í gegnum svona ákveðin pakka, námið og þjálfun sem gerir mann í stand til að geta
í rauninni þolað meira en aðrir sem hafa ekki gengið í gegnum samanám. Og hvað getur þú gefa okkur eitthvað dæmi hvar svona þessi erfiði liggja í þínu námi? Já, það var eins og ég talaði inntökuprófin er náttúrulega, það er bara fyrsta síga. Síðan í rauninni allt nám í hernum endar á við getum kallað verklegu prófi sem í rauninni bara áframhald af þessari Hell Week. Það ertu sem bara fer maður inn í svona lotu sem kannski eins og í grunnnáminu, þá hún 2 vikur og þá veistu ekki hvað að fara að gerast. Og það eru alls konar svona verkefni, það mikið verið að reyna á þolrifin, fara út fyrir þægindaramman og svo henni endað á því að maður sendur út í skó í kannski 7 til 8 daga og það það sama, það ekkert sofið, það ekkert borðað og áreitið mikið og markmiðið alltaf að testa mann sem leiðtoga undir álagi. Af því að það sem við erum að þjálfa alla leiðtogahernum fyrir, það í rauninni aðstæður sem bæði krefjandi og í rauninni hættulegar. Og þá náttúrulega bara að tala stríð. Já. Það það sem í rauninni her gengur út á, það að þjálfa sig fyrir nákvæmlega þessar aðstæður sem í versta falli stríðsátök. Já, og þið ekkert bara með eitthvað svona fake setup, þetta alveg, þú veist, þú gætir alveg verið í smá hættu stattur, eða ekki, í þessum testum og þessum verkefnum, þú þarft alveg verið í stakk búinn til þess að gera þetta, það ekkert bara þetta íta okkur taka og þú bara off, þú alveg látin í gegnum eitthvað verkefni þarna, eða ekki? Já, þetta rauninni allt svona fram að þessum stóru testum, það verið að byggja mann upp fyrir það, eða svona brjóta mann niður og byggja mann aftur upp til að geta þolað þetta álag og æfingarna sem við förum á ekki hættulega sem það segir, en fyllsta öryggi gætt og það rosalega miklir svona öryggistættir sem hugað að þegar það farið á svona heræfingar. Og á svona heræfingum, þú alveg, þú varst sína með myndir að því og búnaðinu sem varst með, þú með, hvað ertu með mörg kíló utan að þér? Það fer algjörlega eftir verkefninu, okay. En svona í það versta hefur verið með, hátt í 50 kíló á útbúnað á mér. Og við að tala bara byssa, handsprengjur, skot, allt saman. Já, það þá aðalega bakbókin sem þá fullur af útbúnaði, bara klæðum og svefnpoka, mat og öllu sem að þarf bara til að geta komist af yfir lengri tíma og síðan það á vopnið sem alltaf með og síðan svona vesti með alls konar útbúnað á og þetta í heildina getur verið svolítið þungt. Ert þú núna á þessum tímapunkti út af að þú varst að segja mig frá því að það já, út af að maður hefur líka svona þessar staðalímyndir af hernum, það svolítið amerískt myndi ég halda fyrir flesta og allan á mig og það svona þessi rosalegi hvað segir maður, patriotismi svona bara, ég meina þið gerir allt fyrir Ameríku og líka þetta svona sjúki ægin sem alltaf í gangi eins og með að bara búa alltaf rúmið og hafa allt hreint og svona. Þetta engin undantekning hjá ykkur það? Nei. Getum kannski byrjað að tala þú sagði patriotismi eða þjóðernishyggjan að það endurspeglar alltaf samfélagið og menn náttúrulega sjá Bandaríkjamenn hvernig þeir og þeir í rauninni mikið svona samfélag á meðan svo normenn aðeins meira svona frjálslyndir og þeir gefa sig út fyrir að vera friðarþjóð en samt með og herinn endurspeglar það algjörlega við í rauninni friðarmiðaður her og ekki endilega að taka okkur verkefni sem kannski íta undir ennþá mér átök heldur svona að reyna að halda stabílu ástandi. Já, eins og í auglýsingunni sem vorum að horfa á það ég mæli með því að fólk kíkja á það hvað héti það? Norwegian Army bara commercial þar sem að þeir með einhver sjúk skot af hernum með æfingar og síðan enda þeir að segja við erum að gera þetta allt saman til þess að þurfu ekki að gera neitt í rauninni, bara að vera tilbúnir að verjast. Nákvæmlega, til að við halda óbreyttu ástandi sem í dag friður í Evrópu. Og hvernig svona einsýn inn í herbúðurnar? Hvernig eins og þú varst að segja með að búa alltaf rúmið og þetta? Hver ástæðuna fyrir þessu? Já, nú erum við komin inn á þema ægin í hernum sem margir náttúrulega ákveðnar hugmyndur og hann algjörlega til staðar og við sem sagt
hugmyndafræðin sem við vinnum með bara ægin byrjar leið og vagnar og þá fyrsta verkefni að búa rúmið sitt og ég var þegar ég byrjaði þá var alltaf búið og svo var alltaf og herbyggið þrifið og svo var alltaf einhver sem kom og skoðaði herbyggið, einhver yfirmaður og það þurfti bara að vera tandurhreint, bara gólfið það var bara strokið yfir það með hendinni og öll rúm tjekkuð og skáparnir okkar sem við vorum með herfötun okkar alltaf að vera brotið saman og rosalega fínt og núna í dag þegar ég yfir þessum hópi þá byrja allir dagar hjá mig þannig að ég fer og skoða sem þeir búa á svona army barracks inn á herstöðinni 6 saman í herbyggi og ég byrja alla daga að fara á herbyggin þeirra og bara skoða hvort allt sé ekki í lagi þá standa þeir þar alveg í röðum og uppristir. Veistu, eitthvað ástæða fyrir þessu eða? Þetta meira bara eitthvað svona prinsip? Bara, þetta bara eitthvað sem þú gerir og þú ert bara að hlýða? Já, þarna byrjar ægin og síðan heldur það bara áfram inn í daginn. Þetta mikil svona trúin og á þessa hugmyndafræði hernum, hún að ægin byrjar strax og síðan það áfram þangað til að við erum búnir. Var erfitt að venjast þessu þegar þú varst að byrja í þessu? Nei, þetta kemur óvenju fljótt sko. Ég fór úr því að ég bjó aldrei rúm mitt þegar ég var í menntaskóla og bara þegar ég var yngri sko. En núna í dag þegar maður búin að fara heilt ára þessu þegar ég var í grunnnáminu þá bara ekkert mál og bara ég er erfitt með að fara frá rúminu mínu og byrja daginn óagaði sko. Þannig ég þarf alltaf að búa rúmið áður inn fyrir að stað. Þannig að þetta setur alltaf tónin fyrir daginn? Algjörlega. Og þú varst að tala þarna og þetta erfitt með að búa rúmið þú veist, nú ertu væntanlega búin að vera að vakna, ég veit ekki hvenær vakniði á daginn í þessum herbúðum? Alltaf klukkan 6 og það er allir að koma lappirnar niður í gólfið 6 á mótnana og það er gæi sem lappar inn á herbygginu og tjekkar á því og ef einhver liggur upp í rúmi eftir klukkan 6 þá er það skráð niður og viðkomandi þarf að taka út refsingu 10 arbegur eða eitthvað þannig En svona meðan við bara hver þú varst í menntaskóla þú veist, nú ertu búin að vera að gangi gegnum svona einhvern sjúkan aga sko og það er svo típist einmitt á menntaskóla aldrei að þú veist, mamma manns hefur verið að röfla í mann að taka til í herbygginu eða þú veist, vakna og mæti í skólan ertu ekki núna orðin svolítið bara þinn eigin herra með þetta allt saman veist, núna allt hér komin einhver kvöt frá þér sjálfum með að þú veist, vera búin að ræsa klukkan 6 búin að búa rúmið og þú veist, allir þessi innri hvati með að já, ég reynir bara að halda þessum aga. Að mörguleiti, jú. En ég ætla ekki að fara að ljúga því að ég sef alveg út eins og aðri sko. Það er ekki allt fullkomið hjá mann alltaf. Maður er búin að fara í gegnum þennan pakka og sé hernum sko. Nei. En klálega það fylgir manni margt í bara hennu daglega lífi úr hernum. Og þá eins og ægin og allt þetta og bara hugafarið eins og það er mjög sterkt hugafar að klára sín verkefni. Við hættum ekki fyrir við erum búnir. Þetta fylgja manni klálega bara í hennu daglega lífi og eru gláð áfram inn í framtíðina. Hættum ekki fyrir hennu búnir, er það þá bara í daglegum skildum eða bara hennu hvað sem við erum að gera og þetta er hennu eitthvað, þetta byrjar í þjálfurinni af því að þegar við erum komnir út í þær aðstæður sem við erum þjálfaðir fyrir að þá er það þannig að verkefnið er ekki hætt fyrir en við erum búin að ljúka því. Og það er kannski ástæðan fyrir að þeir látni gangi gegnum þessar svefnlausu nætur og allt svona til þess að kannski sína sjálfum ykkur að bara svo þið vitið hvað í ykkur býr. Algjörlega. Hvað hefur þú svona komið stað með sjálfa þig eftir að hafa gengið í gegnum þetta? Það er margt og kannski svolítið erfitt að setja það í orð en maður lærir rosalega mikið hvernig maður sjálfur getur best unnið með fólki. Hvernig að vera leiðtogi. Það er svo mismunandi á milli leiðtoga hvernig þeir myndu höndla nákvæmlega sömu aðstæður. Sumir þurfa að vera rosalega strangi til dæmis vera rosalega svona beinskeyttir við undirmennin sína að mann aðri kannski njóta meira traust og geta spila meira á það og það sem ég komist að sjálfa mig er að ég svona er með ákveðna leiðtoga hugmyndafræði sem ég byggi mikið á trausti. Ég gef mönnum ákveðin ramma sem þeir geta unnið innan og ég er ekki mikið að stýra þeim innan hans og svo lengi sem þeir gera það þá njóta þær áfram minnst traust. En eins og þú kemur heim og hittir viniðina sem varst með í menntaskóla og svona, sér eitthvað mun á hugsunarhættinum ykkar eftir að vera búin að vera í þessum aga í hernum
og koma sér heim yfir í sama gamla farið? Þú verður ekki frekar að spila þá heldur en mig en nei, ég rauninni upplifað að það ekkert mál að koma heim og svona aðeins slaka á og svona já, slökkva á svona herhugsunni á meðan maður í fríi sem líka bara mjög mikilvægt og heilbrigt en jú, mögulega maður hafi eitthvað svona í rauninni breyst sem persónuleika einhver leiti og það líka eins og þegar ég var í háskólanáminu þá var ég með talað það, þú veist, það ekki nóg að koma inn og hugsa þú ert að fara að þróa þig sem bara einhvern leiðtoga, þetta persónuleika þróun af því að hvernig maður sem leiðtogi eða hvernig maður sem persóna endurspegla hvernig maður sem leiðtogi og það eitthvað sem maður verður mjög meðvitaður eftir svona langt nám og langa þjálfun. Já, og þeir líka, varstu sem frá þessari sálfræðings grillun sem á sér stað í svona inntökuprófum. Hvernig lísti það sér og fyrir hvað var það? Já, ok, það sem sagt eftir að maður hefur lokið grunnnámi og unnið fyrir herin í einhver ár, þá getur maður sótt áfram í háskólanum. Og þar rauninni sama í gangi þar með að maður fer í inntökupróf en það verið að leita kannski aðeins öðruvísi eiginleikum en það geta verið út í skógi eða upp á fjöllum undir miklu álagi. Þeir rauninni vita að menn eru í standi fyrir það eftir að hafa gengið gegnum þetta og allir sem sækjum í háskólanum verða að hafa lokið þessu grunnnámi og unnið fyrir herin í einhver tíma og þá eru þau inntöku bara þannig að það var fyrst einhverju 2-3 dagar þar sem maður var í ríkalegum prófum og mikið skriflegum prófum og síðan fer maður inn í það sem mikilvægt eftir þeim inntökuprófum að það frekar langt viðtal þar sem maður með svona 3-4 frekar hátt setta fyrir fram að sig 1-2 sálfræðinga og svo maður bara spurður honum úr hver maður og af hverju maður vill komast inn og það getur verið allt milli himins og jarðar sko. Bara mann sjálfan og hvað hugmyndafræði maður nota bæði í daglegu lífi og svona almennt og já, og það svona kemur mismunandi út í fólki hvernig það kemur út úr því viðtali það eru margir sem hafa komið grátandi úr þeim viðtölum og kófsveittir og bara finnst þið að hafa gjörsamlega klúrað þessu en koma samt inn maður ómögulegt að vita í rauninni hvernig maður gengur en ég man þegar ég fór í þetta viðtala þá var ég bara nokkuð vel undirbúinn og svona fannst ég náða þessu nokkuð vel og það var náttúrulega ástæða fyrir maður að komast inn og það náttúrulega gríðarlega erfitt að komast inn þegar ég sótt voru tæplega 300 manns sem sótt 40 skólapláss þannig að maður svona maður þarf að vera vel undirbúinn það ekki nóg bara að mæta og svona sjá til hvernig gengur maður þarf að hafa farið rosalega vel yfir hver maður sem persóna og leiðtogi og rauninni geta svaraði og staði fyrir það komið með dæmi það og það það sem þeir að leitast eftir þannig að maður getur komist á þetta næsta level hjá hernum sem sem þetta að vera officer. Hvað þeir til dæmis að spyrjum í þessu prófi eða inntökuferli? Það getur verið bara hver maður sem einstaklingur af og hverju. Þarf þú þá bara að vera búin að sitja bara dögunum áður og bara aðeins að hugsa bara, hvað myndi ég segja ef ég spurður bara hvers konar einstaklingur ég Já, það getur verið bara hvað mótaði þig, af hverju voru mestu áhrifavaldar og af hverju þessi aðili og ekki einhver annar. Getur þú sagt frá þínum erfiðustu aðstæðum sem þú gengið í gegnum, hvað gerður þú, af hverju og fólk fer gjörsamlega í panik ef það ekki búið undirbúa sig. Já, meinar. Já, og síðan reynir stund, það hefur komið fyrir að fólk reynir svona aðeins að fegra sannleikann og ég yfirleitt gripið fyrir það og þá hrynur það fljótt, þannig að mikilvægast náttúrulega bara að vera hreinskilinn og vera samkvæmur sjálfum sér. Akkur heldur að þú hefur komist inn? Að hluta til að því ég með svona öðruvísi sögu að ég var einn íslendingurinn og ég er fyrsti íslendingurinn til að fara inn í skóla og ljúka námið þar. Já, ok. Það og ég rauninni bara að ég svona gat nota alltaf það persónulegu reynslu sem ég fengi bæði hérna heima bara í gegnum vinnu og skóla og íþróttir og grunnnámið úti. Og hvaða nám tekur, þú kemst þess að inn í þetta af þessum 300 manns sem sóttu þá voru 40 pláss kringu það. Hvaða nám tekur þá við? Það er þetta svolítið svona aðeins bóklegra. Já, það er klárlega aðeins meira bóklegra og en enga síður líka alveg, það var nógu mikið verklegt og það er í rauninni 3 ára háskólanám
það sem bara við tökum fyrsta árið, þá var það mjög mikið bókleg, mikil hersaga af því að það talið að það mikilvægt sem officer sem skipuleggja allar stærri heragerðir, að til að geta gert það þá þarf að skilja söguna. Þannig að það var rosalega mikil hersaga og svo var mikið hlutverk okkar sem officera í bara norska samfélaginu, hvaða hlutverki við gegnum af því að samaskapi ef einhver fær hjartaáfall almennafæri og það kallar eftir lækni og þá í rauninni skylda lækni að bregðast við að það sem litið á skyldu okkar sem officera í hernum að bregðast við aðstæðum þar sem mögulega einhver hætta geti skapast. Já, og það þeir eru bara betur stakk búnir. Já, þeir eru búin að fá þá þjálfun að við erum í stand til að kannski geta komið inn í aðstæði sem ekki allir geta komið inn í og höndla þær. Á þessu fyrsta ári, ertu þá á sama tíma, þú veist, þá ertu að ræsa klukkan 6 og ertu að búa rúmið þitt og allt svoleiðis, það ennþá þessi svona hermanna bragur yfir þessu? Nei, það var endar ekki í gangi þar. Það alveg, þú veist, bjóði fyrir sjálfa mig, fyrsta ári bjóði með 3 öðrum, þegar ég kom inn í háskólan þá ég komið með sérherbyggju og það ekki, þú veist, þá eru þeir búnir að testa það, þannig að það er annara, en þú veist, ægin var í því að maður þurfti alltaf að mæti herjakkafötum í skólan. Þeir þurfti að vera straujuð. Maður þurfti að vera með, þú veist, allt rétt, bindið þurfti að vera vel sett á og það var ekki að mæta bara svona, þú veist, taka jakkafötinu og skúfur öll krumpuð og mæti skólan, sko. Það var ekki búið. Er ekki smá stemming yfir þessu? Jú, svona, það myndast ákveðin kúltúr, alveg klálega. En það ekki? Jú, þetta er öðruvísi en kannski hefðbundna háskólasamfélag að því leyti að, þú veist, það er allir eins og það er allir svona, það er rosalega sameiginlegu vilji til að gera hlutina vel. Já. Og svo náttúrulega háskólanámið er ekki einstaklingsmiða, það er mikið svona, þú veist, maður er mikið að vinna í hópum, rosalega mikið. Já, ok. Og það er einnig sama koncept þar að það er einhver eitt sem er þá kannski yfir einhver verkefni en svona allir þurfa að leggja hönd á plóg til að geta klára það. Og allir sem eru í þessu námi, þeir hafa gengið í gegnum þetta Hell Week og þessi erfiði, þannig þið svona svolítið eigin þann samnefnara í þessu námi. Algjörlega. Svona, jú, við allir eru með mjög svipað þjálfun, auðvitað öðruvísa þegar menn koma mismunandi herdeildum en já, það er ákveðin grunnþáttur og grunngildi sem eru alltaf til staðar. Og hvað tekur við á öðru ári? Annað árið, það er meira verklegt, rosalega mikil vopnaþjálfun sem byrjar endar aðeins á fyrsta ári og heldur síðan svona áfram inn í annað árið og það er í rauninni annað árið einkennst af því að það var stöðugt áreiti, það var alltaf mikið að gera og í rauninni meira en maður var í standi til að geta klárað. Af ásettu ráði? Já, af mjög ásettu ráði. Býtu þannig að þeir rauninni láta þér meira fyrir hendur en þú getur klárað og gera það mjög skýrt að verða að klára það vitandi að þú getur það ekki. Já, og oft var þannig að maður fekk verkefni sem allir fengur sama verkefni sem var þá kannski einhver heragerð sem átti að leysa, bara það gæti verið allt frá bara stríðsátökum einhvers staðar, bara herdeildin að fara inn í einhver aðstæður og þú ert að skipuleika hvernig það ætla að leysa það gæti líka verið núna er herdeildin á stað þar sem er friðaraðgerðir í gangi og þú ert að viðhalda friðinum og svo var eitthvað verkefni þar og þá var þannig að allir komið með sitt plan og svo bara mætti í skólan kannski daginn eftir eða nokkur daginn seinna og þá bara inn í kennslustofur og svo kannski voru af 20 þá var bara bent á 1-2 og bara þið er að flytja verkefni ykkar og það voru oft þannig að menn voru illa undirbúnir af því að það var bara ekki nægur tími til staðar en þá bara þá stendur upp og það er einmitt líka hluta því einmitt að vera leiðtogi, það er að geta mætt kannski ekki endilega fullkomlega undirbúin en samt, þú veist, selt einhvern boðskap og selt hugmyndafræðina og er rauninni fengið fólk til að gera það sem þú vilt að það geri þótt að það sé ekki fullkomið og þar komin alls konar svona persónuleg hluti, persónutöfrar og svona hvernig þú selur eitthvað verkefni. Hvernig er að vera í þessum pakka og þú talar um að allt árið það við litast að því að væri rosalega mikið að gera alltaf og eiginlega ómikið að gera þú veist, brennur maður ekkert út á svoleiðis, en maður ekkert bara, herri, ég vil droppa út og bara, þú veist, nú langar maður bara aftur til Íslands og fara í, ég ætla ekki að nefna neitt ákveðið nám til þess að drulli yfir einhvern en bara, þú veist, aðeins rólera. Jújú, og ég var að mörguleiti, þú veist, ég hef aldrei verið testaður jafn mikið finnst mér, sem sagt, mína eigin getu og eigin færni. Og það var oft sem ég hugsaði, ég er ekki nógu góður fyrir þetta, þetta er mikið. Ég þarf að taka mig kannski 1 ár frí fá aðeins meiri reynslu og meiri þjálfun og koma sér aftur og klára þetta
en það er unni hluta náminu, það er einhvern veginn bara svona býta í æxlin og komast í gegnum þetta sama hvað og það er hluti af þjálfuninni, það er að bara einhvern veginn að klára þetta þótt að þetta sé ofta tíðum mjög yfirþyrmandi og bara allt of erfitt. Akkur finnst mér eins og allt sem maður heyrir sé akkurat í hináttina, að maður verða að passa brenningi út, að maður verða að taka því rólega, maður verða að hvílast líka, ekki býta í öxlin og bara negla þér í gegnum eitthvað, þú veist, talaði frekar þetta við eitthvað og svona aðeins mýkri pælingar. Það er bara akkurat andstæðan þarna í hernum. Að vissuleyti, já, en sko herinn er alveg þekktur fyrir það að sem sagt, að passa vel upp á fólkið sitt. Ok. Og, þú veist, og núna að ná mig loknu, þú veist, ef ég þarf nauðsynlega að fara í frí bara því að það er eitthvað í gangi heima á mér, þú veist, þá fæ ég það. Og þeir eru mjög virkir í því að finna leiði til að, þú veist, fólk geti unnið þarna og það sé ekki stöðugt álag og fólk brenn út. En í náminu þá er svolítið svona farið frá þessu og það er einmitt af því að þeir eru að leitast eftir þessu leiðtogum sem þola þetta álag og geta verið í þessum aðstæðum án þess í rauninni að brenna út og veist, þetta er náttúrulega ekki fyrir alla, það er staðreynd það getur ekki hver sem er farið í gegnum þetta nám, það þarf ákveðna líkamlega þætti, andlega þætti og síðan þarf bara einhverja svona hvatningu, það þarf einhverja innri hvatningu, þeir tala mikið um það sem kemur í gegnum þetta ef þú bara svona nennir þessu smá þá ert ekki að fara í gegnum þetta, það þarf að vera einhver rosalegu vilji innan með manni til að geta komist í gegnum þennan pakka. Og hver svona myndir þú segja þinn innri vilji sé? Það er unni bara það sem ég hef lært heima fyrir til að byrja með. Það eru gildin sem maður læriði bara frá foreldrum sínum í íþróttum og svona, já, þegar maður er unni bara horfði á sjálfan sig í spegli og bara hver er ég? Það er svona, það er það. Já, það vil ég ekki sjá sjálfan sig sem bara einstaklingurinn sem maður gefst upp. Já, það var eitt sem var rosalega sterkt í mér sjálfum að ég neitaði að gefast upp þótt að ég hafa oft feilað á einhverju allharkalega í skólanum og margir hafa, ekki margir, en það hafa einstaklega aðalega bara brotna niður náminu og sem sagt hætt en það er síðan það mikið áður maður kennst í námi að það er ekki rosalega margir. Það eru 85-90% komast inn í námi sem klára það. Þú veist að segja áðan að þú spurði þig bara hvort þú raunverulega gætir þetta og bara hvort þú væri nógu góður fyrir þetta. Áttur einhvern svona low point þar sem þú varst nálægt í að hætta eða? Ég var kannski ekki komið nálægt í að hætta en það var tímapunktur það var á þriðju önn það þegar ég var að klára þegar ég komið svona halva leið inn í þetta annað ár sem er eins krefjandi og það er að ég sem bað yfirmann minn fund bara svona aðeins til að ræða málin af því að mér fannst ég vera í raun að fara aftur á ég var einhvern veginn ekki lengur í svona í þróunin, hún var í raun og neika fannst mér fannst ekki að fara fram á við heldur aftur á bak og við rættum saman heil lengi og nokkrum sinnum og það var í raun að saman það bara aðeins að halda út og svona sjá aðeins til og það kom í ljós að það var algjörlega rétt að múið. Maður spyrja, er einhver svona er eitthvað tabú að opna á tilfinningar eins og þetta eða þú með einhverjar efasemdir og berða undir yfirmannin, er það eitthvað svona herðu, veist, þetta er ekki alveg málið að vera eitthvað kvarta hérna? Alls ekki og það sem kemur manni mest óvart við herinn, það er hvað fólk er svakalega opið. Okay. Það er tala við marga þetta margir forvitnir af því að hér er ekki til á Íslandi en margir spurum hvernig er að vera hermaður og eru með svona ákveðna hugmyndu hvernig það er og mikið er byggt á bara amerískum bíómyndum þannig að þú ert með bara einhvern drill sergeant sem öskrar á það allan daginn það er ekki þannig það er mikið tala saman og ef einhver á erfiðan dag eða erfiða viku að þá er alveg opið fyrir því að menn tali saman og ræði málin. Ok. Þarna ertu að klára annað árið og þú varst að segja að væri mikið svona hvað kallaði það? Vopnaþjálfun. Þú verður bara að gefa okkur mjög skýr dæmi hvað við erum að tala þarna. Þú veist, ertu að grípa í snæperinn eða? Það var ekki þjálfun í því en ég testaði það, já. Okay. En það er aðalega við erum með 2 persónuleg vopn. Það er skambissa, bara venjuleg Glock skambissa
Bara vennileg, þessi vennilega, klassíska. Og síðan erum við með riffil sem fylgir okkur alltaf og það er aðalvopnið okkar, bara persónulegur riffil með 30 skotum sem maður yfirleitt skýtur bara svona einföldum skotum út og ekki automatist vopn. Síðan erum við með svona léttari vélbyssur, síðan erum við með stærri vélbyssur, síðan erum við með svona sprengjuvörpur sem margir myndir örugglega bara kalla bazooku, með 2 gerðar því, þjálfinni því, það var mjög áhugavert. Það er ekki eins gaman og lítur út að vera, það er bæði erfitt og bara vesen. Það er vesen, já, og kvellurinn alveg, þú finnur fyrir honum bara inn í líffærin honum, það er svo mikil kvellur, sko. Þannig að það var ekkert spes, en jú, þetta er gaman að prófa það. Já, þannig þú ert að fá tækifæri til þess að, kasta handsprengjum og skjótur bazooku og... Það líka, já. Er þetta skemmtilegt? Já, ég verð að viðurkenna, þetta er ótrúlega gaman. Er það ekki? Og þetta er alveg, þetta er... maður fær ekki að prófa þetta neins þar annars þar. Einmitt. Og svona, jú, og ég skynni það líka bara á forvitna mörgum þegar ég byrja að tala þetta að, jú, þetta er, maður átt að segja að þetta er svakalega spennandi. Já, þetta er náttúrulega til að byrja með þá er þetta bannað og maður, hvorki sér þetta nýr fær að snerta þetta, en þú færð að svona testa þetta í mjög öruggu umhverfi. Já, klálega mjög öruggu umhverfi, en þetta er einmitt líka það að þetta er hægt, mann geta farið til Bandaríkjanna á skotvelli og leikt sér vopn þar og fengið að skjóta. Við erum með þetta á skotvelli, en síðan erum við alltaf líka að æfa herrakir og þá ertu með þetta í aðstæðum þar sem þú veist ekki með eitthvað skotmark beint fyrir fram að það eru margir hreyfanlegir hlutir í kringum og þú ert í aðstæðum þar sem er mikið áreiti í gangi og þannig að það er kannski það sem ég finnst mest spennandi. Já, hvernig æfið þið það að skjóta án þess að, þú veist, skjóta vinniðina? Já, þegar við erum á heræfingum þar sem er verið að æfa taktík, þá erum við með kerfi fyrir það til að gera heræfingarnar eins raunverulegar og mögulegt er. Þá erum við náttúrulega ekki með alvöru byssukúlur, við erum með bara svona, púðuskot, svona blanks. Og síðan setum við framan á riffilin okkar, þá erum við bara með svona að setja kubbur framan á hann sem er tölvustýrður og skynjar kvellin þegar skotið er skotið og skýtur þá laser í rauninni í sömu átt og vopnið myndi skjóta. Og síðan eru allir með svona skynjar á sér sem í rauninni er best lýst sem lasertakvesti. Þannig að þetta er dýrt lasertakvesti. Já, dýrt og svona advanced lasertak. Og síðan til að fá sem mest út úr því þegar við erum að æfa svona, að þá er þetta tengt við svona central kerfi og það eru gæjar sem eru að fylgjast með þessu skjám og fylgjast með hreyfingunum hjá liðum og hópum og stærri herdeldum. Og þegar heræfingunum er lokið, þá er þetta bara allt rekordað og menn setjast niður inn í einhvern sal og bara þetta sett upp á skjá og svo bara taktikinn rætt og hvað var planið og hvað gekk vel og hvað mátt vera betur. Og þetta bara eitthvað, herri Bjarki, þú fékkst bara í þig eitthvað 15 skot, hvað er að frétta maður? Það er reyndar ekki, á því lefli sem ég er, þá er ekki verið að tala um einstaklingin, það er verið að tala um herdeldina, en maður náttúrulega fær feedback strax, útbúnarinn sem maður á sér, hann lætur vita, þú veist, ef maður er skotinn og hvar maður er skotinn, þannig að ég segi, maður fær rosalega raunverulega þjálfun að því leyti og þetta er rauninni, já, það næst raunveruleikin verandi bara, vígvöllur og stríð, þá er þetta það næst sem að kemst honum telja menn og ég get alveg kvitt að vera þetta er oft svona frekar raunverulegt þegar það eru fleiri hundruð og þúsundur manns út í skógi að í rauninni að svona simulata vígvöll. Og þetta er ekkert bara klukkutíma, 2 tíma æfing eða eitthvað? Nei, það er hægt, menn hafa gert það að fara út og bara síðan er kannski klukkutími og oft skipt bara í 2 lið. Já. Og svo er kannski annaði vörn og hitti sókn og síðan því loknu þá er menn kallaði saman og rætt og svo bara gert aftur en oftast er þetta þannig að við erum að fara á lengri heræfingar þá kannski allt frá 4-5 dögum upp í hátt í 2 vikur. Já, okay. Þá eru menn bara með hennan útbúin á sig allan tíman og náttúrulega fara ekkert heim til sína milli, bara við búum í tjöldum út í skógi og erum saman allan tíman
og verkefni þau bara koma stöðugt inn, það er eitthvað að gera og það er alltaf þá bregðast við hvað hittliðið sem er það óvinnurinn að gera. Og það er þá bara búið að einhverju yfirmenn búinir að stratta þetta og setja þetta upp þannig að og para menn á móti hver öðrum og svoleiðis? Bæði og. Það var til dæmis í fyrra, þá var mjög stór heræfing í Noregi, það sem nánast öll NATO-löndin tóku þátt, 50.000 hermenn og þar var heræfingin, það var skrifað handrit af henni, þannig að menn vissu hvert áttu að komast á endanum og hvað markmiðið var. Og hún er þá gerð fyrir þá sem eru á hærra leveli og eru að skipuleggja allar heræfingarnar. En svo var ég núna annarri heræfingu í Svíþjóð bara fyrir síðustu viku og þar var ekkert handrit. Við vorum 10.000 hermenn í heldina og síðan var bara eitt liðið, eins og maður komast, sett á eitt stað og hittliðið á annan og svo var bara sagt, ok, þið eru núna í sókn og þið eru í vörn og svo bara af stað. Og það voru 10 dagar og maður vissi aldrei hvar maður myndi enda það var í rauninni það var stríðið basically sem ákvað það hvort maður fór áfram eða hvort maður stóð í stað eða hvort maður þurfti að fara í vörn. Sko, nú mun ég aldrei sjá svona heræfingu og aldrei vera á svona heræfingu og aldrei vera í þessum aðstæðum. Nennirðu aðeins að segja mér, þú veist, þetta er ekkert bara eins og einhver sem hefur pröfað lasertag, þú ert bara með hennan búnað á þér sem þú sýndir mér þú veist, og þér er bara hent út og það er væntanlega algjört kaos, eða ekki? Það getur verið en við náttúrulega skipuleggjum allt. Það eru menn á mínu leveli og hærra settir en sjáum að koma eitthvað plan og það er eitthvað skipulag í gangi og menn fylgja því. Hvers konar plan er þetta? Er þetta bara, þú veist, skjóta þessa gæja? Eða skilur, er þetta það yfirleitt meira detail? Það er mikið hvar menn er að vera staðsettir, hvaða verkefni þeir hafa. Það getur verið tímasetningar bara og alls konar og svo náttúrulega mikið hver eru að mæta, hvað getur óvinnurinn gert og hvernig leysum við það, hvað þurfum við fyrst að í rauninni, hvaða elementi á óvinnum þurfum við að taka út á hann við höldum áfram og náttúrulega svakalega erfitt að lýsa þessi orðum, þetta er svo stórt batteri en já, ég gera eftir besta magni. Og já, en við náttúrulega segjum það í hernum og það er í rauninni partur af að vera leiðtogi í her að planið er ekkert eitthvað sem maður fylgir eða skipulagið. Planið og skipulagið er í rauninni bara forsenda þess til að geta spilað fingrum fram. Okay. Þannig að maður er í rauninni bara búa til forsendu fyrir sjálfan sig til að geta framkvæmda sem við köllum beinþýtt frá norsku stríðsleiðtogun. Ok. Og hún er væntanlega undir miklu álægi álægi, óvissu og já, bara að finna lausnir við vandamálum sem mæta manni. Það er nóg að þeim. Hversu mikið er sofið í þessari heræfingu sem varst í síðustu viku? Það er rosalega mismunandi. Sumir fá nóg og í raun og mikið en það er eins og þegar ég byrjaði þá var eins og bara hópurinn minn, við fengum alveg nóg að svefni síðan allt í einu þá komið 4-5 dagar sem ég var að sofa kannski 2 tíma sólarhring, 2-3. Og þannig er þú ábyrgur fyrir þínum hópi, eða ekki? Alveg 100%. Það er, ég er einn með þeim og við vorum í heildin orðin 34 af því ég fekk nokkra aðra hermenn frá öðrum hóp, þannig að við vorum 34 að mér með öllum, þannig ég er með 33 sem ég ber gjörsamlega ábyrgð á öllu leyti. Og hvar eru þið staðsettir? Bara lengst inn í skógi í norður Svíþjóði. Ég get ekki sagt þér nákvæmlega hvað við vorum að það er ekkert svona, það er engin bær sem geti bent á, þetta var bara, að horfa á landakorta Svíþjóði og bara norður Svíþjóð, við vorum einhver stað þar. Hvernig er að vera 28 ára inn í einhverjum skógi í norður Svíþjóð með 30 menn og bara vera að gefa orders, bara, þú veist, nú þurfum við að gera þetta og þú ert bara sjálfur í alveg að sökkuðum pakka á þeir sjálfur. Hvernig er að vera við stjórnina í svona aðstæð? Það er sko klárlega krefjandi en það er mjög spennandi líka. Að fá, eins og segir, að fá þessa ábyrgð og rauninni leyfi til að skipuleggja og framkvæma eigið plan er í rauninni frekar magnað. Ég veit ekki margar aðrar aðstæður þar sem maður geti komist
svona ungur í svona massíft dæmi sko, þannig að það bara alveg ótrúlega spennandi sko, og það hefur alveg komið fyrir að ég stoppi í skrefinu og líti kringum mig og svona hugsa þetta frekar súrealist og frekar magnað og bara svona frekar gáttar á aðstæðum sem bara komur úti, en síðan bara það maður að halda áfram og leysa áframhaldandi verkefni. Hefur lendið að vera eitthvað tíma bara ekki færum að taka stjórnuna, bara vera alveg búin á því eða bara, þú veist, engin orka eftir? Já, það gerðist einu sem núna þessar hræringu sem ég var á. Ég var á 2 tíma svefn yfir 3 daga tímabil og síðan vorum við, það var svona búið að vera mikið aksjón í gangi og svo vorum við búin að í rauninni fara aðeins aftar og úr þeim aðstæðum sem við vorum í og ætlum bara að slá upp kampi og ég var ekki í rauninni ástandi til að geta gert það effektíft. Þannig að þá baði ég aðstofum eða varamann minn, hann sem sagt mín hægri hönd, bað hann að taka við og bara nennir þú að sjá að kampið verður komið upp, ég verð að fá hálftíma bara að svefn á þenni get haldið áfram. Já, þeir eru alveg látnir í þessar aðstæður. Já, þetta var orðið töluvert mikið sko, og þrátt fyrir í rauninni þá þjálfur sem maður er búin að fyrir gegnum og svona, þá maður næri alveg þeim punkti og það geta allir lent að því að bara svona ég hefði alveg getað listaverkefni sjálfur en það var bara komið en tímúnt að ég var ekki í standi til að geta gert það eins vel og ég ætti að gera það. Já. Þannig að og þá er það svo gott og það er mjög gott fyrir maður getur alveg sagt bara núna er ég bara of langt niðri gjörsamlega, ég þarf smá backup að þá kemur einhver og backar mann upp sko. Þetta er alveg þekkt dæmi og margir sjá þetta bæði, þetta er mikið talað um þetta í bíómyndum og bókum og þessi samheldni, hersamheldni, hún er alveg einstök og ég hef alveg fengið að upplifa það núna frá fyrstu hendi og það er, ég myndi segja að maður fær þetta ekki neins staðar annars staðar enn í hér og þess vegna menn þekkja til hugtaka eins og Band of Brothers og hafa séð það þætti, þetta er allt öðruvísi en í rauninni allar aðrar aðstæður. Er líka ekki smá drif í því að eins og tala um að finna eitthvað svona innra drif eða innri styrk að vera bara partur af heild að vera ekki að gera þetta einn heldur að vera ábyrgur fyrir einhverjum og ef að þú slakar á þá kemur það niður á öllum hópnum. Jú, alveg klárlega. Ég sæki mikla hvatningu í það að ég er sem sagt ábyrgur fyrir þessum hermönum og það að þeir leysi verkefnin og geti leysi verkefnin, það er eitthvað sem hvetur mig til að halda áfram að vera leiðtoginn þeirra. Alveg 100%. Þessar æfingar er ekkert grín og það kom alveg fyrir slys á svona æfingum og þú varst að segja frá því og ég veit að þú vilt kannski útskýra það hvernig það kemur til eða sögun á baku eða ég veit ekki hvernig það er en allan að svo það liti ekki allt hernámið þitt en þá hefur fólk látist á svona æfingu. Já, það hefur komið fyrir og við erum náttúrulega sérstaklega svona stærri herræðingum. Það eru rosalega margir hreyfanlegir hlutir á frekar takmörkuðu svæði og jú, slys geta gerst en eins og ég sagði áður þá öryggi alltaf gætt til þess ítrasta og það er eitthvað sem ég sem yfir mínum 30 hermunum og við erum mikið á ökutækjum. Þín deild sem sagt? Já, mín deild og minn 30 manna hópur, við erum sem sagt á vörubílum og stærri jeppum og með stóra vélar. Að þessi slys sem er þessi stað eru oft að það eru ökutæki, þetta er í rauninu umferðarslys sem geta í rauninni gerst bara í daglega lífi og alveg eins á þessum herræðingum sem eru sem segir margir hreyfanlega hlutir að takmarkuðu svæði og það til dæmis gerðist núna í Svíþjóð og það varði sænsku hermaði fyrir skriðdreka og léttlífi. Hvernig er það, þú veist, er þetta eitthvað sem, já, nei, þetta var náttúrulega sænskur hermaður, en bara að koma í höfn eftir einhverja svona æfingu og þú veist, það misti eitthvað lífið, er þetta ekki svona, og þetta hljómar eins og svo mikið svona playground stundum, sko, að fá að pröfa hitt og þetta, en síðan allt í einu þegar einhver deyr, sko, hvort þetta seti hlutina í eitthvað samhengi fyrir þig eða hvort þetta bara svona, þú sért bara meðvitaður að þetta er partur af þessu. Algjörlega og það er náttúrulega á mína ábyrgð að ég er með sem
herleitói, ég er með ákveðið vald yfir hermönunum mínum, ég geti rauninni skipað þeim að fara í hættulegar aðstæður, ég get skipað þeim til að taka líf og þetta er eitthvað sem, þegar eitthvað svona gerist þá auðvitað hugsa maður það og ég talaði alveg ég safnaði saman hermönunum og talaði þetta og sagði, nú hefur þetta skeð og þetta er auðvitað sorglegt, gríðarlega sorglegt, en þetta er í rauninni hluti af raunveruleikanum okkar. Þetta er eitthvað sem gerist í miður, en við þurfum bara einhvern veginn að finna leiði til að koma í veg fyrir að þetta gerist og eins og segi, það er gert til þess ítrasta. Það fer enginn til þess að heræfingu án þess að hafa fengið presenterað áhættumati fyrir æfinguna og hvað er í rauninni gert til að koma í veg fyrir að svona slys eigi sér stað. Og já, eins og ég tók alla hermur mína og í rauninni baða bara að fara varlega, verkefni sem við erum að leysa er mikilvægt, en mitt helsta verkefni er að sjá að allir komi heil tilbaka. Það er það sem ég er stöðugt að passa upp á og það er rauninni á mína ábyrgð líka og það er þung ábyrgð að bera. Ég fekk alveg að finna fyrir því á þessari herræfingu þegar allt í einu kemur bara, það verið 3 nóttina fæ ég heyri talstöðinu að núna er bara stopp á öllum sem sagt aðgerðum og það er rauninni bara að bíða frekari fregna sem koma þá daginn eftir og maður svona var að gera sér til hvað hefði gerst og svo fær maður rauninni bara það staðfest að jú, það var slys og þá verður maður einhvern veginn að sko bæði tala við mannskapið sinn til að veita honum öryggistilfinninguna og láta hann vita að við pössum upp á hvern annan. Þú sagðir að þú getur skipað undirmönnum að taka líf ef til þess kemi. Þá því að væntanlega að einhver fyrir ofan þig getur skipað þér það sama eða ekki? Já, það er það vald sem maður fær sem herleitói og það var mikið talað um þetta í rauninni báðum skólunum sem ég fór í grunnnámi og háskólanum og hvað þetta er mikið vald þetta við erum með leyfi ef svo móri komast frá ríkinu sem er rekur hennan her við erum með leyfi til að skipa mönnum að taka líf ef það er á grundvelli þess að verja samfélagið og Noreg. Hvernig líður þér með að einhver hafi þetta skipunarvald yfir þér? Þú hugsa kannski ekki út í það eins og ég hugsa út í það. Nei, þetta er eins furðulega að geta hljómað fyrir mörgum. Þetta er rauninni bara hluti af vinnunni. Og þetta er raunveruleikinn. Það vil ekki allir horfast augu við þetta en þetta er bara hluti af því að vera hermaður og veri hér. Já. Þetta er, fólk veit alveg á þessu raunveruleika. Fólk veit alveg hvað hermenn gera þegar þeir þurfa að gera það sem þeir eru þjálfaði til að gera og það er bara partur af þessu. Til þess að hljóma ekki of einfaldur en þú veist, hvernig er ykkur kennt að taka líf? Er það bara að skjóta í skotmark og þú veist, þetta eru svona banvænir spots eða er það líka bara með handafli eða? Ertu þjálfaður í einhverjum bardagalistum sérstaklega? Ekki bardagalistum kannski en það er þjálfun í sem sagt já, svona close combat, já. Hnífar og... Ekki hnífar, en það var svona handablið og einhver barefli, já. Og þá bara í rauninni hvernig... Það er samt, hugsunin er alltaf að koma sér úr þeim aðstæðum. Auðvitað. Og ekki að klára þær endilega. Já, auðvitað. Hljóma bara aðeins meira spennandi. Hinn hlutin af þessu. Ég skilji. En þú veist, það er... Þú veist, markmiðið okkar er alltaf að koma inn í aðstæður og í rauninni... Ná vantar með orðið verða en svona de-escalata það. Já, algjörlega. Það er eitthvað, það er kannski mikið spenna í gangi og það er bara að fá að lækka spenna eins mikið við getum með eins litlu afli eða litlu valdi eins og mögulegt er. Þú veist, og bara eins og í þjálfunni, þú veist, það gekk ekki allt út á skotæfingar og einhver stríðsátök. Þú veist, stór hluti til þess af öðru árunum mínu í háskólanum gekk út á friðaraðgerðir og hvernig þú veist átt að viðhalda friði. Það eru þetta mjög stór hluti af heragerðum. Það eru eins og aðgerðir fyrir Sameinuðu þjóðirnar sem herir eru settir inn til að viðhalda friði. Þannig að maður þarf svona að hafa ákveðin skilning á því og vita
hvernig á að róa aðstæður allt frá bara einhverju litlu keisi upp í heilu þjóðfélögin, hvernig á að halda það saman. Systiðin sagði mér mitt frá því að bara svona einfalt atvik sem átti sér stað, þið voru, ég veit ekki hvað, á einhverju veitingastað og það lappar einhver maður inn og eitthvað ógnandi við einhverja konu eða kallarna sem sat á einhverju allt öðru borði og það fyrsta sem þú gerir bara að lappa upp að þessu og í rauninni byrja að skipta það rað, meðan að aðrir myndi kannski svona reyna lít undan eða koma sér frá þessu. Já, og það rauninni bara partur af þjálfurinni, að maður svona ekki þjálfaðir í að koma inn í einhverju svona stressandi aðstæður og svona reyna einhvern veginn að konfronta þær og deppa þær niður. Já, algjörlega. Þannig að jú, ég finn alveg fyrir því að það er svona ákveðin ábyrgða tilfinning þegar maður er bara, eins og í þessu tilviki væri ég bara út að borða með fjölskyldunni minni að leiða eitthvað svona gerist, þá veit ég að jú, ég hef fengið ákveðna þjálfu sem ekki allir hafa fengið og það er að leiðandi kannski í standi til að geta brugðist við án þess að beita einhver rosalegu valdi eða eitthvað, það getur oft bara verið að tala við fólk. Algjörlega, en þú ert samt einmitt sko og við gerum okkur náttúrulega grein fyrir því að þú vilt fyrst og fremst aldrei grípa til einhverja aðgerða að þurfa flegi einhverjum höggum eða yfirbuga einhvern, en það er helvítið þægilegt og væntanlega mikið sjálfstrust í því að lappa upp að einhverjum aðstæðum, reyna að róa þær og vita ef til þess kemur þá ert í stakk búin líka til þess að verja þig eða yfirbuga einstaklingin. Já, það má alveg segja það sko, það veitir manni svona ákveðna öryggistilfinningu að vita hver maður er og hvað maður er í stakk búin til að gera eins og þú segir. Já, ég meina, ég held að herinn allur snúið svolítið það að bara íta þér lengst út fyrir þægindraman bara til að sína þér að hann er miklu stærri en þú helst. Já, og í rauninni að stækka þægindraman. Nákvæmlega. Algjörlega. 3. ár í þessum skóla. Já. Hvað snýst það? Ég þarf alveg að fá að klára að tala annað árið. Nú eru ekki búin með annað árið? Nei, af því að það er eiginlega sko að gera. Það er eiginlega aðalatrið af öðru árið niður eftir, af því að við erum rétt að byrja. Annað árið í háskólanum, þetta áreiti og að fá þessi verkefni sem maður hafði engar forsendur til að leysa og alltaf lítið tími til að leysa þau. En það voru 2 heræfingar á þessu öðru ári sem voru mörguleiti magnaðar og bara ótrúlega lífsreynsla að fara í gegnum það. Fyrst var vetrarheræfing þar sem við byrjuðum sko að ganga yfir ákveðna heiði í Noregi og það var á gönguskíðum með 45-50 kíló á bakinu og á líkamannum. Þetta voru einhver 120 km leið sem við gengum á 60 dögum. Og þannig að þegar menn eru búinu með það og orðnir mjög svona þreyttir og stífir og að þá tók við 8 daga heræfing, það sem var vetrarheræfing, það sem við verið að æfa að vera þá bara á vígvelli að veti til. Og þá var það sama, fengum hennan útbúnað sem ég talaði áðan og síðan er bara 8 dagar og þá eru menn orðnir það þreyttir og langi dagar, sofi lítið kannski að þá kemur þetta aftur, vera að þjálfa mann undir álagi, hvernig maður er sem leiðtogi. Ég fekk sjálfur verkefni að vera yfir, það var þá einhver 30 manna hópur, 3 lið þar sem ég átti að skipuleggja heiðagerð og þetta kom á degi 13 eða 14. Ég fann alveg fyrir, ég var gjörsamlega búinn á því og þá allt í einu bara í 24 klukktíma var ég yfir þessum hópi og skipuleggja verkefni og síðan framkvæma það sem var þá sóknar aðgerð gegn hinu liðinu. Og það, bara að hafa framkvæmt það tók mikið á og læriði ótrúlega mikið á stuttum tíma og samaðskapi eins og ég talaði áðan að þegar þessu var lokið að þá var sest niður og rætt hvað maður gerði vel og hvað hefði betur mátt fara og síðan það sem er aftur tilbaka hvað námið er gott að það var þá í rauninni kennari frá skólanum sem fylgdi mér í gegnum allt þetta bara gekk fyrir aftan mig og bara svona var að skrifa niður hvað ég var að gera og segja og síðan þegar við vorum komin aftur tilbaka í skólan og menn búin að fá að sofa aðeins svona ná 8 að þá var aftur sest niður með þessum kennara og hann bara fór yfir alla þá punkta sem hann var með hvernig ég þurfti að bæta með þessi leiðtogi og hvaða leiðtoga eiginleika ég er með sem í rauninni ég ætti að spila meir inn á sem dæmi og þarna fannst mér námið alveg bara stórkostlegt öllu leyti. Það er þessi hvað maður fær mikið svona hvað hann er persónubundin og hvað fylgst vel með manni og hvað maður fær mikið feedback fyrir það sem maður er að gera. Og er þetta ítalegt?
Ég menna svo sem að punkta niður og svona skoða þig og sjá hvernig þú vinnur, hann lítur að vita að hverju hann að leita og ég menna þú lítur að fá ansi góð ráð frá þessum yfirmönnum, eða ekki? Algjörlega, það bæði hvað maður gerði og hvernig maður getur unni úr því og þá eru það að koma með rosalega mikið hvaða aðferð maður getur notað, hvaða bækur maður getur lesið til að svona halda áfram að þróa sig. Þannig að það var rosalega mikil svona ég vantar orðið yfir það, en það var rosalega vel fylgst með manni og og svona góð ráðgjöf af öllu leyti, bæði frá kennurum og frá þeim sem voru með manni í náminu. Já. Og þú fer í aðra svona heræfingu? Já, og þar í rauninni, eins og ég tala áðan, það er þessar síur með fyrst í inntökuprófunum, þá er 1 vika sem er erfið og svo klárast grunnnámið með svona rúmri viku sem er líka verið að testa maður rosalega mikið líkan og andlega. Og þá fór ég á, í lok annars árs, þá kemur þetta verklega próf. Og það var í rauninni bara síðustu 3 vikurnar í skólanum, þetta annað ár, það var ekkert á stundutöflun okkar. Það var tómt. Það var bara að mæti skólan, útbúin okkar nátt að vera tilbúin og við sem ekkert hvað var að gerast. Og svo var alls konar í gangi og fyrstu 7-8 dagarnir var mikið svona líkamlegt. Við fórum 1 dag, þá fórum við til dæmis í bara í sundi á og síðan var 4 tíma svona þeir nota mikið orðið mestring. En því er rauninni bara að þú ferði í mjög óþægilegar aðstæður og þú svona kemst í gegnum það og bara á trúnni einni í rauninni. Að bara mastera eitthvað og bara svona, komast í gegnum það. Og sem dæmi þá var 4 tímar í vatni sem var fyrir suma bara, menn voru basically nánast að drukna í 4 tíma, á meðan aðrir áttu auðveldar með það. Og svo var annar dagur þar sem allt í einu voru við sendur í skó í 24 klukktíma og þá heldum við að æfingin okkar væri byrjuð, af því við vissum við værum að fara á þessu 3 vikna tímabili, þá værum við að fara út í skó í cirka 10 daga með sama, að lítið sofi, lítið borða, en svo allt í einu köttuður á það eftir þessar 24 klukktíma og aftur inn, bara til að búa til óvissu. Þannig að þetta gengur mikið til það, að þola óvissuna, að vita aldrei hvað er að gera, en samt svona, þú veist, bara í rauninni þola það. En síðan kom loks að því að við förum að byrjar þessi heræfing sem er kölluð stríðsnámskeið. Og það byrjaði þannig að við vorum það var miðvikudagskvöld og þá allt í einu fær maður SMS að það er að mæta bara upp í skóla. Þá mæti maður upp í skóla og þá gefur maður allt frá sér af samskiptatækni, síma og veski og öll svona GPS-tæki, svona GPS-úr og maður er ekki með neitt. Og síðan fekk maður byrjuðum á svona langri göngu frá skólanum og eitthvað aðeins út fyrir Oslo. Skólinn var í Oslo. Og þar býðu okkar rútur og síðan vorum við keyrðir í eitthvað klukkutíma og svo bara að henda mönnum út í svona 5 manna hollum. Maður kemur úr rútunni og maður er með allan útbúnaðinn sinn og svo fær maður bara 5 hnít sem maður var að gangi í gegnum og svo bara af stað. Og þannig byrjaði heræfingin. Ég byrjaði 1 nóttina, byrjaði að rölta og finna út hvað þessi hnít var og ég hef með 8 vita á kortið mitt og byrjaði að rölta og það var ekki fyrir ég að labba einhverja 60 kílómetra á 37 klukkutímar og þá komist ég loks í mark. Með allan helvitis búnaði? Já. Og þegar ég var komið þangað, þá byrjaði heræfing. Og þá voru, þú veist, það voru 6 eða 7 dagar og nætur, nánast ekkert sofið og bara stöðugt verið að leysa verkefni, áreiti og álag og langar göngur og allt þar á milli og þegar ég komið á 7. dag og menn orðnir vel búnir á því að þá settu þeirra 3 klukkutíma sem fengum að sofa og það var í fyrsta skipti sem var skipulagður svefn. Maður dottar inn á milli þegar maður maður sofnar ekki, það sloknar á manni. Þú ert bara á fullu og svo allt í einu vaknar og þá fengum við 3 tíma svefn og svo var smá meira, ég held að vera 12 tímar að leysa verkefni. Svo var þetta bara eitthvað herverkefni, vörn og sókn og saman með hann útbúnað og eftir að því er lokið að þá tók við, þá var okkur safnað saman og þá tók við
það sem þeir kölluðu sem sagt svona þreytu fasin á þessari heræfingu. Og þá vorum við sem búnir að leysa öll svona herverkefni og þá var bara líkamlegt eftir og þegar komin tímapunkt það eru menn gjörsamlega búnir á því og þar í rauninni þeir sögðu við okkur að hérna er möguleikin fyrir ykkur að kynnast ykkur alvöru og bara fá að vita hver þið virkilega eruð og þá hafði engin nokkuð tíman gengið svona langt og verið svona þrýst svona mikið á okkur og menn testaði sér sjálfum svona mikið og þetta endaði að við vorum komnir í 24 klukkutíma af bara líkamlegum æfingum, bera hluti hlaupa, gera það alla fjandann og þá tók við ganga og menn heldur svona að við værum að fara að klára þegar við komum inn á stað þar sem við enduðum flestar æfingar hérna í skólanum og maður er náttúrulega þreyttur, maður vill trúa að maður sé búinn en þá var það ekki búið, þá voru 12 tímar eftir að bara ennþá meira árit og ennþá meira æfingum en svo þegar þetta var loksins búið þá svona margir gjörsamlega bara svona bugaðir og svona ég man þegar ég kláraði þetta að þá svona í fyrsta skipti upplifa tilfinninga jú, þetta er hægt maður er nógu góð fyrir þetta, maður er búin að fá þessi þjálfun maður er orðin einhvern veginn svona í standi til að þola þetta og geta þetta. Gefast einhverjur upp í þessu ferli? Það hefur skeið, það var enginn í mínum árgangi, það komast allir í gegnum þetta en það hefur áskeið að fólk bara meikar þetta ekki, þetta er bara ómikið. Hvað gerir maður til þess að komast í gegnum svona? Eins og þú ert að tala þegar maður er búin að gersamlega bugaður og maður heldur að maður sé komin heim en þarf að halda áfram. Hvað er það bara að þegið og halda áfram? Bara ekki ræða þetta eins og sjálf þig? Já, það er mynd það að ekki spyrja sjálflega spurningarnar og ekki byrja að svara þeim heldur. Þetta er bara, bara einhvern veginn bara skalla á aðstæðurnar og halda áfram og pældi í þessu seinna. Hversu gott er líka að búa að þessu, vita af þessu eins og eitthvað sem úr að fara að gangi í gegnum, ég veit það ekki, kannski bara eitthvað erfið í daglegu amstri, ekkert þá er ég ekki að tala um í amstri, heldur bara eitthvað vesen sem úr að gangi í gegnum eða prófatörn eða hvað sem það nú er. Að vita að þú eigir þetta inni, að þetta var eitthvað sem þú komst í gegnum og þetta er eitthvað sem þú getur klárað. Er þetta ekki bara fjarsögur sem þú situr á? Jú, mjög vel orðað þetta er klárlega eitthvað sem maður veit að býr í manni og maður getur notað í hvaða aðstæðan sem er og það er mikið af því sem bara leiðtogun og leiðtogun gengur út á það er einhvern bara að leysa verkefni, leysa vandamál sama hvað það er maður verður ekki, ég er ekki sérfræðingur í neinu og það er enginn sem er á mínu leveli við erum ekki sérfræðingur, við erum ekki verkfræðingar eða lögfræðingar eða eitthvað við erum bara að leysa þau vandamál sem komið fram okkur sama hvernig við leysum það mikið að þið gengur út á, eins og ég veit að margir sem hafa tekið þetta nám sem ég fara út í, þeir fara setna meir út á almenna vinnumarkað og þá eru þeir oft í stöðum þess að þeir eru bara að sameina fólk með sérþekkingu og bara leysa verkefnin og vandamálin eins effektíft og maður getur leystu. Það er það sem þetta gengur að mörguleit út á. Hvað heldur þú hafir svona yfir aðra sem á myndi fara út á almennan vinnumarkað og bara vinna í einhverju fyrirtæki sem stjórnandi eða leiðtogi? Hvaða svona kosti hefur þú telur þig hafa upp á að bjóða fyrir fyrirtækið eftir að hafa gengið í gegnum þetta hernám? Já, nú spyrðu vel. Það er auðvitað bara það er hvað ég ég rauninni þekki sjálf mig vel og veit hvað ég er í stand til að gera og ég ætlum að segja, eins og ég sagði þetta náðan að það sem er rosalega gott við herinn að maður veit hvernig maður getur spurt náungan aðstoð þetta er mikið eins og talar með náðan með kulnun og álægið og fólk þolir ekki ég held að sé mynd af því að fólk kannski þorir ekki alveg að konfronta sjálfan þess að þetta er mikið fyrir mig að mér finnst ég búin að vera að læra alveg 100% hvar mörkin mín liggja ég veit það eiginlega nákvæmlega ég veit hvernig núna er þetta orðið mikið fyrir mig ég þarf annarkvort aðstoð að bakka út úr þessum aðstæðum segja klálega það og síðan er líka hinn þáttur það er það sem snýst að mér en út á við þá myndi ég segja að ég er búin að fá og þetta gildir alla sem eru leiðtogi í hernum við erum að fá rosalega mikla ábyrgð strax það er einhvern veginn ekki það er bara námið
síðan eftir það þá bara þarftu að vera í þessum aðstæðum og þarft að bera þess ábyrgð, vera með svona mikið af fólki og mér finnst bara í rauninni oft ótrúlegt hvað ég að fá mikla ábyrgð verandi á þessum aldri og bara í rauninni búin með þennan pakka og ekki eitthvað meira þannig að kannski já, þar maður að koma svolítið áfram við mér og maður býra mikill reynslu mjög snemma Einmitt, og eins og fyrir mig líka bara segjum að ég væri undirmaðurinn og þú myndir biðja mig að gera eitthvað ég bara ekki að tala um í hernum, bara í ykkur allt öðru, þú veist, það rosalega gott að vita að þú hefur gengið í gegnum helvíti margt og eigir svolítið inni fyrir því að biðja það, skilur að þú veist þú ert ekki bara að segja eitthvað og ætlast til þess eitthvað að fólki heldur að þú hafir gengið í gegnum þessar þregrunir og vitir raunverulega hvað þú ert að biðja Já, klálega, og ég finn það eins og þarna úti sko, að ég finn að hermennir mínir bæði þeir sem eru sergeant og þeir sem eru bara í herskildin 1 ár ég finn alveg fyrir virðingunni sem þeir bera fyrir manni bara þeir vita að maður er búið með þetta nám Nákvæmlega. Og í rauninni fyrir gráðunum minni af því að í her náttúrulega þessi hierarkía og ég til dæmis með gráðu lieutenant þannig að ég með 2 stjörnur á gallanum mínum og það þýðir eitthvað Já, algjörlega og það er rauninni þessi virðing að menn vita ok, hann er svona hann er búin með þennan pakka og hann veit helling og kann helling örugglega Þetta er ekki bara einhverju þáttökumedalía þetta er alveg medalía sem þú þurftir að vinna fyrir Já, ég myndi segja það hún kemur ekki að sjálfu sér En eitt með þetta út af við erum svolítið búin að ræða að stækka þennan þægindarama og ég held að það sé eitthvað sem alla langar til að gera En þú ert aldrei að gera það sjálfviljugur þarna jú, vissulega, það er enginn að beðja að vera í hernum en það er látið svolítið testið fyrir þig og þú ert bara svona eittur að byrja og þú ert að fara í gegnum það Er þetta mögulegt fyrir fólk sem er ekki í hernum? Getur það, þú veist þarf maður að gangi gegnum þessi ömurlegheit til þess að stækka þetta og svona átt að sá því hvað í sér býr eða er eitthvað aðra leiði til þess? Algjörlega og þú veist, ég meina það er ekki bara herinn og herskólar sem þjálfa fólk í einhverju svona þetta er þetta til í bara almennum háskólum og almennu námi en ég allavega upplifi að það eru vissir hlutir sem eru sérstakir við hér það er til dæmis þessi ægi að í háskóla mínu var mætingaskylda og hún var ekkert eitthvað að þú mættir að seint þá var það bara svona ok, allt í lagi eins og er oft í mörgum skólum það er tekið á öllu smávænlegu af þessum heraga þannig að þar finnst mér hann skera sig úr og í rauninni hvað maður þarf að sæta mikilli ábyrgð maður kemst ekki upp með bara það að mæti skólan og standa sig vel og þá meina ég að ná prófum eða skrifa góða ritgerð eða eitthvað það er þessi ábyrgð að fyrir mannskapniðinum og verkefniðinu að ef maður í rauninni gerir það illa eða vanrækir eitthvað þá færði alveg að sæta ábyrgð fyrir það Það eru refsingur? Já, meðal annars Hvað er að tala um það? Eitthvað alvöru? Já, það voru nokkrir í skólanum sem voru reknur úr skólanum í rauninni þeir voru að ná góðum námsárangri en það var ákveðið bara það vantaði að bera ábyrgð eigin gjörðum, getur orðað Þannig að það er alveg skýr fordæmi það bara, þetta er ekki liðið Já, klikkað maður Algjörlega Henda okkur á 3. árið? Já, 3. árið var að mörgulegt þægilegt með við okay. hitt þar kemur svona bóklega hlutin og og svona stærri hópaverkefni og þá vorum við komin svona frekar langt við vorum að skipuleika stórar heraðgerðir til dæmis og þá alvöru heraðgerðir sem hafa átt sér stað og þá fær maður mikið svona ertu komin í svona sem heitir svona organization leadership ertu komin yfir það að vera í hóp í liði og komin upp í bara hvernig áttu að reka stofnun eins og herinn til dæmis mjög spennandi og mjög gefandi og ég til dæmis fekk að vera yfir einu þannig verkefni það sem ég átti að skipuleggja hvernig þú myndir þjálfa 400 manna herdeild áður hún færi í svona 6 mánaða deployment í Sýrlandi og engar forsendur til að leysa þetta verkefni
en það einhvern veginn bara, ok, þetta verkefni, hvernig leysi ég það eins vel og ég get með því fólki sem ég hef til að leysa það. Þá mátti hringi vinn. Já, við vorum 10 saman sem vorum að leysa þetta. Okay. Og það var bara specific, bara Sýrland? Já, og svo var annar yfir verkefni hvernig við erum að koma okkur og með hvaða útbúnað. Og þú ég fekk verkefnið mentun. Og þú þarft að, hvað segir maður, þú þarft að bera þetta fram, þú þarft að segja hvert planið og fólk hlustar á það og bara, Birkir, hvað ert að segja þetta? Já, bæði það bara hvað þýðir þetta meikir enga sens og á samanskapi á þetta, ég skildi þetta þannig að já, það bæði og það það sama eins og við tala að maður fær bæði uppbyggilega gagnrýni og líka það bent á hvað maður í rauninni gerði vel Og þetta þá í rauninni þarna einhvern veginn kannski verið að summera fyrstu 2 árin og verið að setja það svona theoretically fram bara hvernig þú getur skipulagt heræfingar og framkvæmtar sig. Já, mörgu leyti og í rauninni bara áframhald á því sem maður búin að læra, það er mikið samhengi á milli hluta og í rauninni bara alls í náminu, allt frá vopnaþjálfuninni og upp í stærri heraðgerðir, þá bara alltaf þetta leiðtogin, það kjarninn og hvernig á að vera leiðtogi og það margt sem fyrir niður það getur verið að vera fyrirmynd og skipulagið, ægin, þórdfísi, mikið talað það og í rauninni að það sé svona samsurinn í öllu sem maður gerir, að vera svo leiðtogi sem endurspeglar þína persónu og að þú sért í rauninni samkvæmur sjálfur þér sem leiðtogi. Það erfitt? Ég upplifði ekki þess að það er erfitt. Ég á mjög auðvelt með að vera bara ég sjálfur og óhræddur við að vera bara persónan Bjarki fyrir framann hermennina mína. En sumir svona í rauninni kannski set upp ákveðna grímu þegar þeir eru í leiðtogahlutverkinu og verða aðeins öðruvísi. En ég ætla bara komast að því að fyrir mig þá hendar mér best að vera bara ég sjálfur en það getur auðvitað inn á milli verið þannig að maður þurfi kannski að vera aðeins meira strangur en venjulega, aðeins meira ægi en maður reynir eftir bestu getu bara að vera maður sjálfur. Já, og láta verk fylgja orðum. Þannig að það sést ekki bara eitthvað all talk og síðan sjálfur eitthvað að slæpast. Algjörlega, og það náttúrulega bara mjög mikilvægt eins og margt annað við að vera leiðtogi. Það að og ég vinn mikið með það sjálfur að vera sem sagt svona leading by example. Einmitt. Að vera fyrstur. Já. Stundum virkar ekkert að segja fólki að gera hlutina, stundum þarftu bara að byrja þeim. Já. Og stundum best bara að þegja og bara gera og svo færðu aðra til að gera það líka. Hvernig það að hafa gengið gegnum þetta sem varst að tala hann undir lok annars ársins, að hljómar ég veit ekki, þú dæmir það en eitt af erfiðasta sem þú hefur gert á ævinni? Alveg 100%. Já. Fjölskyldan mér kom og tók á móti mér þegar heræfingin var búin og það hefð fyrir því að þegar maður klárar þessa heræfingu þá maður svona, þótt hún sé öðru ári þú ert eiginlega svona búin með skólan þannig eða svona það vitamál að þú ert í rauninni nógu góður til að vera officer í hernum ef þú klárar þessa heræfingu. Ok, þetta aðalatrið í náminu. Þetta klárlega aðalatrið og þannig að fjölskyldan mér kom og tók á móti mér og það rauninni viðburðin þeirra við að hafa séð mig eftir að hafa komið heim. Hún segir í rauninni meira en það hvernig ég get sjálfur lýst þessu. Í hvað ástandi fenguðu að sjá þig? Ég náttúrulega, ég var búin að missa þarna einhverjum aftur 10 kíló. Það gerist aftur, maður missið 10 kíló. Mamma sagði að ég væri svona, brosið mitt væri hálf tómt því ég var svo bugaður. Og en þau fundu klálega að það var miklu fargi létt að mér að hafa klárað þessa heræfingu og komist í gegnum þetta. Að þetta var eins og segja, þetta alveg klálega það erfiðast að ég gert bæði líkamlega og andlega og það náttúrulega ástæði fyrir maður fyrir gegnum þetta. Það til að geta verið leiðtogi í her og sem sagt geta þolað álegið og átt eitthvað inni þegar allir aðrir eru búnir á því og geta svona kafa djúftinn og vita ok, ég hef gert það áður, ég hef verið í mun verri aðstæðum og þess vegna get ég þetta þótt allir aðrir séu búnir á því.
svo það fekk ég bara upplega síðast á þessari heræfingu þannig í síðustu viku sko. Þegar allir voru gjörsamlega búinir á því og ég líka sjálfur, en af því að maður búið með þjálfurina og komist í gegnum hennan pakka, þá veit maður svona, ég á nóg inni og ég get alveg höndlað þetta. Já, getur alltaf sótt í það. Þú sagði mér frá því að þú sofnaðir eitthvað tíman bara nokkurn veginn standandi þegar þú áttir að leiða eitthvað hóp. Já, og eins og ég sagði maður sofnaði aldrei, eftir fyrstu 2-3 dagarna á heræfingunni, þá sofnaði maður ekki, maður var að og svo allt í einu vaknaði maður og það var ótrúlega spes tilfinning. Það gerði þarna einu sinni þegar við vorum í þessum síðasta hluta heræfingarnar að það voru mikið álag og mikið líkamlegt í gangi þá og við vorum búin að vera heila 4 tíma út í einhverju mýri, einhverju svona þrautabraut þar að nóttu til, ískaldir og allir drullugir og kláruðum við það og þá var maður vel þreyttur og skalva kulda og þá hlupum við að næsta verkefni og þar var það í rauninni ótrúlega basic, við áttum að bera þunga hlut upp brekku, það var það sem við vorum að gera. Þetta ekki flókið. Já, en ég sem það fekk ábyrgðin að þú átt að leiða þetta verkefni og það fór allt í upplaust strax að þegar menn eru svo þreyttir og við raun ekkert hvað að gera og ég er með að taka við skipunum. En ég sem það byrjaði að reyna að safna hópnum saman og ætla að gefa þeim skipunum hver ætti að bera hvað og hvernig við ætlum að gera þetta. Áður en ég byrja að tala þá bara ég stoppa, ætla að segja eitthvað og þá sofna ég. Það var í rauninni eins og ég liði yfir mig, en já, ég sofna standandi, detta baki, vakna við það að lendi í jörðinni, stend upp og svo bara áfram. Og það er enginn sem setur neitt spurningumerki við þetta? Nei, þetta er bara hluta þessu. Menn bara eitthvað, djöfull maður, hann fekk að leggja sig aðeins þarna. Þetta voru ekki heldur nema 2-3 sekúndur í jörðinni, en þetta er svona lýsandi fyrir hversu þreyttur maður var orðin. Maður var farin að sofna standandi, fólk var að bara bókstaflega labba út í skurð á göngu af því það var að sofna bara á göngu. Þannig að maður hefur gengið í gegnum eitt annað. Eru þið ekki trættur að þetta sé skaðlegt fyrir ykkur? Bara heilastarfsemi og þess að vera að ganga svona á svefnbyrðunar og ég meina það er ástæða fyrir líkamennir að segja, herru ég er ekkert bara eitthvað þreyttur út af það er þægilegt að svo að ég bara, þetta er partur af líkamsstarfseminni. Jú, algjörlega. Og þessi heræfing er kannski svo erfiðasta sem er í boði í námi hjá norska hernum. Sérsveitirnar eru vissulega með mjög erfiðari pakka en í svona almennu hernámi þá er þetta svona með erfiðari heræfingu sem maður getur farið í gegnum. Og hún er rosalega vel svona dokumenteruð og rannsökuð. Það hafa svefnfræðingar komið með á þessa heræfingu, það hafa sálfræðingar komið með, næringafræðingar. Þannig að við vorum að fá, til dæmis við fengum smá að borða, en það var eftir að næringafræðingar hafa rannsakað þetta og komist að nákvæmlega innan gæslappa hitaeiningafjöldanum sem að þarf til að koma í veg fyrir of mikla vöðvarýrnun sem dæmi. Já, okay. Það er alveg gert ráð fyrir vöðvarýrnun en hún má bara ekki vera of mikil. Já, ég til dæmis fór í test fyrir eftir heræfingun og ég misti 4 kíló vöðvamassa á þessum 10 dögum. 10 dögum? Sem er alveg frekar erfitt. Ég fann alveg fyrir því, bara svona orkulevelin líkamannu, þegar voru alveg nokkra mánuði að jafna sig. Í alvörunni? Já, og bara svefnmunstri, það var alveg, tók nokkra vikur að komast aftur í venjulega svefnrútínu. En þetta er allt svona kontrollerað. Þetta er allt, það er búið að testa þetta, hvað er geta ítt manni langt áður en það orðið of langt. Já. En áður fyrir var það ekki þannig. Áður fyrir var fólk ítt kannski aðeins svo langt. Þeir læra af reynslunni. Já. Það er annað sem er mjög gott við henni. Það er hvað þeir taka gagnrýni vel. Ekki bara einstaklingar heldur herinn sem stofnun. Já. Þú sagðir aðan að foreldrarnir vissu að það var svona þungu fargi að það létt. Þegar þú talar eitthvað sé andlega erfitt og líkamlega erfitt, ég ger mér alveg grein fyrir því, hvernig það virkar, en að vera stressaður fyrir svona heræfingum eða kvíðin fyrir því, og ég veit ekki, kannski talar bara fyrir sjálfa þig með það eða hvort þið ræða ykkur á milli, er mikið það að svona menn eru bara svolítið skelkaðir og bara þungir einhverjum vikum eða dögum fyrir áður en að vita að þú veist þú varst að tala að það var bara blank dagskrá stundatabla 3 vikur og þið vissu alveg að það væri eitthvað ömurlegt að fara að gerast og eins og þið eru að búa til óvissuna, þú veist, nú farið á æfingu, nei, aftur tilbaka, þú veist,
þið eru ekkert bara salla rólegir yfir því. Það er væntanlega að vera að byggja upp smá stress og spennu og, og bara óþægindi. Algjörlega, við erum náttúrulega, við erum mannleg eins og allir aðrir og ég mannleg eftir því, það var mjög óþægilegt kannski svona dagarnir fram að þessu, þegar maður vissi, maður fór upp í rúm og svo og maður svona vissi, ok, eftir nokkra daga þá var þetta ekki að fara að gerast. Þannig að, jú, maður var svona með kannski smá fiðring í maganum, alveg klálega. En þá kem ég aftur að því að það er þessi þjálfun sem við erum búin að fá, þetta nám. Það er í rauninni byggjum mann upp til að þola þetta álag. En jú, maður fann alveg fyrir hvaða óvissan var óþægileg. Já, þannig að þið eru ekkert eitthvað bugaðir af kvíða þarna fyrir einhver svona þrekpróf eða test sem er látið gangi gegnum. Ekki bugaðir, en þess að segja, maður finnur fyrir henni, en maður er líka búin að, okkur er kendar aðferði til að tækla það. Hvernig á að þola stress, það getur verið öndunaræfingar, það getur verið bara, já, ýmislegar aðferðir og ákveðin tækni til að þola álag og stress og allt það saman til guðunum. Mér finnst það einmitt hljóma svona eins og eitthvað sem að bara öllum ætti að vera kennt. Eitthvað sem að flestir ætti að fá allan að sjá einhvern vott af. Algjörlega, og það er svo margt af náminu mínu sem er svo auðvelt og mér finnst það ætti að vera bara hluti af námi almennt. Bara eins og það að tala fyrir saman hópa fólki. Er ykkur kennt það sérstaklega? Algjörlega. Ekki bara látið hent fyrir framan hópin en líka bara kennt það? Já, bara aðferðafræði og hvernig, að mikið talaði hvernig selur einhverja hugmyndafræði að boðskap. Ok. Hvernig getur þú komið inn þegar þú ert ógeðslega óviss verkefnið þitt eða það sem þú ert með í höndunum. Já. Hvernig getur þú fengið fólk til að hvatta og mótivera til að gera það sem þú vilt að það geri. Var einhverja þumalputtareglur í því eða? Líkamstjáning, rosalega mikið líkamstjáning, að vera eins og láta eins og þú hafi trú á verkefnu, jafnvel þú hafi enga trú á henni sjálfur, þú bara veist að það þarf að leysa þetta hvort þið er, þannig að ég ætla að selja öllum verkefni eins og þetta sé bara rock solid. Blöffa svolítið? Já, svolítið. En öndunaræfingarnar? Já, hluta þessu eins og allt annað, það er bara, í rauninni, andir nefið út munnin og síðan kannski, áður að fyrir að sofa, bara þegar þú er stressaður að þú veist þú ert að fara vakandi 10 daga, bara anda rólega. En það er kannski þá meira gert grein fyrir áhrifum þess að anda, eða fattur, að það raunverulega virki. Já, og öndun og bara í rauninni allt annað. Já. Út af mér þetta svolítið áhugavert eins og tala um þetta bara öndun gagvart því að bara róa huga og líkama og að koma fram fyrir framann hellinga fólki. Er eitthvað meira svona sem þú dregur út frá hernáminuðinu sem mun bara nýtast þér í gegnum lífið og kannski fyrir utan þessi andlegu þolmörk og líkamlegu þolmörk sem við erum búin að fara nokkuð ítalega yfir og leiðtogahæfnina sjálfsögðu. Já, þetta dekkar rosalega mikið það sem við lýsum núna, þannig að það er að bæta við þetta. Við erum alltaf búin að vera að tala um þetta líka allan tíman. En mannleg samskipti. Já. Bæði við undirmenn, yfirmenn, af því að þau eru það er svo mikið af þeim. Eins og þegar við erum að fara á svona langar heræfingar í kannski viku og rúmlega það. Þú ert ekki bara í vinnunni frá 8-4. Þá ertu með fólki stanslust. Og það er krefjandi að ætla að byrja kannski rökraða við yfirmann sinn þegar þú ert búin að vera lítið sofin í rúmlega viku. Það er verkefni sem kemur á nóttu til og þú ætlar að vera rökraða við, en þá alls konar svona hluti í mannlegum samskiptum sem verða mun meira krefjandi en þeir eru á venjulegum vinnustað í svona þægilegum aðstæðum. Já, það sem þetta setjast yfir þetta með kaffibolla og taka frá okkur fundarherbyggi og það var bara náðugt. Þegar maður stendur út í skóið þú sérði ekki einu svona aðeins og tala það þegar svo mikið myrkur og þeir eru ósammála. Það er alls konar þannig sem maður mun taka með sér út úr þessu. Já, ég er nefnilega hugsaði ekkert bara þetta með að koma fram fyrir hópa fólki. Ég hef aldrei giskað að það var partur af náminu þegar einhver skráði sig í norska herinn. Ég hef haldið að það væri bara eitthvað svona adventure og einhver fá að skjóta einhverjum riflum og svona. Já, það er klálega hlutaði. Maður fær það líka, en jú, það er stór hlutaði þessu. Það geta að tala fyrir framan fólk. Er ekki líka svolítið áhugavert í þessu? Þú ert ekki að borga neitt fyrir þetta nám? Eða hvað?
Já, það er náttúrulega eitt sem gerir þetta mjög þægilegt og svona ákveðin forsenda fyrir að maður getur farið að nút og svona farið í svona krefandi nám og þess að maður þarf ekki að vinna við hliðina því af því að það er námið frítt og maður er á launum á meðan og svo náttúrulega þegar maður farið að vinna fyrir þá er maður áfram á launum. Þannig að svona fjárhagslega hliðin, maður þarf ekki svona pæla í henni sko. Og það gerir þetta, maður þekki marga Íslendinga sem fara, vinnumann sem fara til Kaupmannahafnar og út allt að læra og þetta spilur alltaf inn í sko. Það er hvernig fjármagna er námið mitt, margir að vinna mikið með námið og svona en það sem ég hefur fundist alveg frábært það er hvað ég hef getað sinnt náminu 100% og þegar ég fæ frí að geta bara tekið mig frí af því að það er alveg þörf á því eftir heilu annirnar með hinu og þessu. Já, ég trúi því. Ertu á, þú veist, er bara einhver svona standardlaun yfir alla þarna í byrjun eða? Já, við erum bara að fylgjum opinberum launarama norska ríkisins, þetta er náttúrulega opinber stofnun. Þannig þú ert í rauninni bara í fríu námi og góðum launum og að rækta sjálfu? Heldur betur. Það hljómar ekki slæmt. Nei, þetta er að mörguleiti stórkastlega dýl og það er mjög þægilegt að geta hafa verið vera í námi út í 5 ár og með engin námslán. Einmitt. En á móti kemur að eftir þetta eins og eftir þetta 3 ára háskólanám þá er ég búin að skuldbunda mig norska hernum í 3 ár. Já, ertu að byrja að vinna það tímabil hafið í þínu lífið eða ekki? Já, ég kláraði háskólan síðasta sumar og byrjaði strax að vinna og er núna á fyrsta ári af 3 í minni herskildu. Okay. Þannig að maður fær á sig herskildu eftir að hafa lokið námi í hernum. Já, þá er það fyrir hvert 1 ári námi færðu 1 ár í herskildu. Nákvæmlega. Þannig að ég er með 3 ár í herskildu eftir þetta 3 ára háskólanám. Ég fæ einhverju ónóta tilfinningu þegar ég heyri 3 ára herskilda. Ég fæ bara svona shit maður. Það bætir heldur ekkert skák þegar hún á stöðunum sem hún er á þessi herskilda. Af því að eins og landherrin er yfirleitt einhvers staðar á mjög afskektum stöðum í Norður-Noregi og það er það sem ég er núna. Ég bý mjög frekar norðarlega og í bara litlum bæ sem er í rauninni bara herstöðun og allt í kringum hana. Þannig að það er kannski það sem mér finnst svona versta við herskilduna, það er hvað hún er á ríkalega leiðilegum stað en vinnustæðinni sjálfur er frábær en það er bara svona allt í kringum hann sem er frekar svona ekki spennandi. Hvernig er mórallinn inn á svona herstöðum? Þú veist, áttu góða vini þarna? Þú veist, er í lagi að fá sér bjór á kvöldin, þú veist, mega menn grípa í PlayStation eða þú veist? Já. Þetta er ekkert bara eitthvað lestur fyrir svefnin og vakna klukkan 6. Nei, vinnan er yfirleitt 8-4 en það kemur auðvitað fyrir að það eru lengri dagar út af heræfingum eða einhverjum svona verkefnum en þegar að vinnu er lokið þá það eru reknir 2 barir á herstöðunum minni. Já, ok. Það er alveg svona ákveðin kultur fyrir því að fara á barinn og sitja með herdeldinni sinni og það er að syngja söngva og verið svona að fara yfir verkefni og heræfingar liðina vikna. Hvernig er kynja hlutvallið inn á svona herdeldum? Rosalega mismunandi eftir hvaða herdelda er. Í landhernum eru það bil 15% kvenfólk og 85% kallmenn. En síðan svo fyrir flugherinn, það er aðeins meir það. Fleiri konur? Já, fleiri konur. Og svo eru ákveðnar herdeldir í hernum sem er bæði meira og minna. Til dæmis í medic herdeldinni. Þar er meira konur. Í sérsveitunum, þar eru ekki konur. Já. Og það er bara fer eftir hvar maður leitar eftir. En svona heilt yfir er það svona ég held að við komum mest upp í 17% yfir allan herinn, flug, sjó og landir. Já, ok. Enga konur í sérsveitunni, er það svona sömu uppgefna ástæðu og á Íslandi að bara það komast ekki gegnum þrekprófið eða eitthvað? Já, þrekprófið, jú, en það er líkamlegi parturinn. Það er löng inntökupróf með þungan útbúnað og það bara, það var marga konur reynt en þetta er bara í rauninni orðið það líkamlega krefjandi að meiri að þær sem eru best þjálfaðar bara, komast ekki í gegn. Hver eru líkamlegu kröfurnar gerðar á þig? Ég veit, þú varst að tala kannski að bera þunga hluti upp brekku og augljóslega erfitt, en er eitthvað svona, þú veist, verður að eiga
einhver tíma í 5 kilometrum eða þú verður að taka þetta í hnépu eða bekk eða whatever. Já. Þú ert með eitthvað listaði við það? Já, það er árlegt 3 kilometra hlaup sem maður þarf að ná hverju sinni og það getur komið hvaða degi sem er. Maður þarf alltaf að vera í standi. Ég þarf held ég að hlaupa það á undir 13,5 eða 14 mínútur, ég man það ekki. Já, það er ekki létt með það. Já, það er ekki mjög krefandi þannig séð. Þegar ég var í háskólanum þá var aðeins verra, þá var það 8 kilometra hlaup í hergalla með herstífvél og 25 kilo á bakinu og það þurfti að klára það á undir 58 mínútum. Blöðurur á löpunum bíða manns í endamarkinu. Já, ekki maður kann að teipa sér lappirnar, þannig að maður læri það og þólir þetta. Það þurfa ekki að vera helviti sterkir líka? Jú, það er bara í rauninni bæði sterkur og úthald, það er svona að blanda því kannski að besta. Hvernig er styrtarprófið? Þegar ég var í skólanum þá var það backpressa, hnébega, restuðlifta og upphefing með þyngd. Hvaða tölur? Ég man ekki töluna fyrir að ná prófunum. Ég man bara þína reyn? Hæsta skor, hvað þurfti að ná til að fá hæstu einhvern. Það voru 132 fyrir hnébegu kíló og 160 í restuðliftu, 115 í bekk og að draga upp 40 kíló 42,5 í uppbyggingu. Já, í einni uppbyggingu? Já, bara einni. Náður þessu? Já. Gert. Max í öllu nema uppbyggingunni. Það tók 40 þar. 2,5 kíló. Það vantaði smá. Hvað ertu svona þungur, cirka? 90 kíló. Já, ok. Og ertu að halda það svona gegnum allt árið? Já. Það er náttúrulega gerð krafa að maður haldi sér í líkamlegu formi. Og æfingaðstæðan á öllum herstuðum er frekar góð. Þannig að möguleikarnir eru klárlega til staðar. Svo er það bara undir hverjum einum komið að við held að sér. Og nú ertu byrjaður á þessu fyrsta ári í herskildunni. Hvernig, þú veist, bara svona ef ég fæ þitt bara persónulega álit á því, hlakkaði til næstu 2 ára eða ertu mótiveraður í þetta? Já, rosalega. Þetta er ótrúlega spennandi og náttúrulega brjála tækifæri að bara vera nýkomin úr námi að fá svona stóran hóp. Ég með mikið að ökutækjum í hópnum líka. Við erum með, held ég, með 12 vörubíla og 2 jeppa og stærri vinnuvélar líka og og ég er rosalega spenntur fyrir bara komandi verkefnum og þjálfun hermannana minna og þetta er rosalega spennandi. Hversdagsleikin er mjög fjölbreytilegur og leiðilegi dagurinn á milli en já, bara rosalega spennandi í heldina. Ég bara hlakka mikið til að halda áfram. Finnst þér einhverju leiti verið að missa af einhverju heima eða? Nei, ekkert endilega. Maður saknar alltaf fjölskyldu og vinna. Maður myndi auðvitað vilja geta koma oftar heim og verið meira heima með sínum nánustu en allavega á þessum tímamóti þá er ég bara mjög sáttur með vinnuna mína og það sem ég er að gera. Þannig að ég myndi ekki vilja gera neitt annað svona vinnulega séð. Og þegar þú ert búin með þessi 3 ár, hvað sér þið fram á að klífa einhverja fleiri stiga í hernum eða þá kannski bara komin tíma og byrja að gera eitthvað annað? Eða? Svona bæði og. Það fer rosalega eftir hvað er í boði eftir að ég klára þessi 3 ár. Ég ætla svona klárlega að skoða mig en það er alveg sterkt kall að koma heim. Já, það? Já, það er það klárlega. Komin eitthvað svona heimþrá í þig? Já, ég reyndar að ég varst að fá þér heimþrá en þú fattar hvað. Jú, ég meina að mörguleiti, það er erfitt að vera í lengi burtu og sérstaklega þegar maður er á svona afskektum staðin sem eru núna. Já. Að maður finnur alveg fyrir því að kallið heima er hátt. Já. Og maður er langar oft heim en á þessum tímamóti þá er ég að vinna bara í því að klára þetta allavega og sjá síðan til hvað tökum við. En ég myndi klárlega að segja að endastuðin hún er heima. Já. Eitt í þessu að svona tilgangur þessum úr að gera og hvað norski herinn stendur fyrir. Hvernig er það fyrir þig að vera Íslendingur í norska hernum og vera eitthvað, þú þurfum að vernda Noreg? Finnir alveg svona sama kall og hinir að
passa upp á föðurlandið? Kannski ekki alveg það sama, ekki að sama leiti, en náttúrulega Noregur og Ísland eru frekar tengd lönd. Og síðan hitt sko að við erum ekki náttúrulega bara þarna fyrir Noreg, við erum hluti af NATO, það náttúrulega getur bæði fyrir Ísland og Noreg. Og og þetta gengur út á það. Það í rauninni að vera hluti af einhverju stærra. Saman það Noregur eða NATO eða bara herdeildi sem maður í, að það það sem mótiverandi. Og þess að tala kultúr, að þessi bandaríska hernum, þeir eru rosalega mikið fyrir að vernda land og þjóð. Þeir fari herinn til að þjónusta landi sitt, á meðan í Noregi og svona í Evrópu almennt, að þá fólk auðvitað að fara af því að það finnur einhverja köllun til að þjónusta landi sitt, en það líka klálega eigin hagsmunir eins og mári komast. Algjörlega. Að fólk að fara þarna fyrir sig sjálft og challengea sjálft sig, taka ment, fara í nám og menta sig. Þannig að jú, klálega þetta staðar en ekkert endilega ekki eins mikið og hinn almenni normaður. Nei, einmitt. Já, þetta svona Þetta mér svo fjarlægt sko að og eins og þú talaði með Bandaríkin náttúrulega klassískasta dæmi fyrir þetta að menn sé að vernda landi sitt og sér þú hlaupandi í Noregi svona ekki kannski alveg að sömu ástæðu á þeir sko. Nei, nákvæmlega. En fyrir svona fólk sem segjum núna að sé einhverju sem að útskrifast úr Vestló eins og þú fyrir 7 árum og veit ekki hvað hann langar að gera. Mælir með hernum með? Alveg hygglust. Þetta í rauninni gott fyrir hvert sem að fara þarna og ég finnst alveg ótrúlegt að bara fara ekki fleiri og ég held að aðalastæðan sé náttúrulega að veitir lengi þetta. Já, einmitt. Og bara eins og þegar ég talaði fólk á förnum vegum þetta, þá svona fólk vissi ekki á þessu möguleika. Nei, þú náttúrulega komst að þessu bara fyrir einhverja tilviljun. Það var mjög tilviljunarkennt. Ég heyrði bara Ísling sem hafði gert þetta og setti mér samband við hann og hann sendi mér nokkar línur og eftir það þá var ég bara ok, þetta að sennilega gera. Og ég veit alveg að það eru fleiri sem myndu gera þetta eða vissa möguleikunum. Já. Allavega að láta á þetta reyna og það þurfi ekki allir að vera í einhver 7 ár eins og ég búin að vera og hátt í 9 þegar ég klára þetta. En það hægt að fara að taka bara grunnnámi 1 ár, vinna í 1 ár og svo búið og það eru margir sem gera það. Þannig að jú, þetta klálega kannski að vera aðeins svona meira upp á borðinu heima og kynna möguleika fyrir fólki af því þetta brjáluð lífsreynsla á mjög jákvæðan hátt. Já. Og ég mjög fegin að ég hafi farið í gegnum þetta þótt að það hafi oft verið mjög erfitt og það ekki allt sem ég hef gert sem ég eitthvað búið ánægði með en þetta fekk mikið út úr persónulega en svona í heildina litið þá held ég að það væru fleiri sem hefðu gott að fara ánga og gera eitthvað svipað eins og ég er búin að gera. Já. Systín sagði frá því að það hefur einu svona bjargað lífið þarna úti. Ég var ekki búin að spyrja það út í það en ég ákvað bara að henda það á því undir lokin. Er það einhver saga? Já, það gerðist núna það er ár síðan og það var bara í líkamlegum lokaprófum hjá okkur. Við varum í styrtar og útaldspróf og í rauninni svolítið lýsandi fyrir þjálfuna sem við fáum að það voru svolítið svona krefjandi aðstæður en maður náði einhvern veginn að halda hausnum köldum af því að bara maður búin að fá ákveðna þjálfun en það var það voru styrtapróf einn daginn og svo daginn eftir hlaupapróf þá var það sem ég sagði það voru 8 km með 25 kg á bakinu rosalega mikil hiti og þá lenti eitt félagi minn í því að í rauninni bara ofreina sig svolítið af því að hann var búin að vera í fæðingarólofi og kom aftur í skólanum bara að taka prófin og var ekki alveg svona í nógu góður þjálfun akkurat á þeim tímapunkti sko. Hann hefur gert mörgur sem áður ekkert vandamál þannig að hann í rauninni bara ofreindi sig og hítinn tók hann held ég líka svolítið og það endaði þannig að ég var sjálfur að hlaupa þetta og komin í mark og fer aftur út í brautina bara til að hvetja nokkra félaga mína í mark og það þegar ég komin aðeins aftur í brautina sem sem út í skógi að ég sé hann úr brautinni vera eitthvað að ráfum þar og fer til hans og þá hann nánast rænulaus, hann stendur í lappið en hann svona að missa meðvindila
þannig að ég svona teki í hann og fer með hann út úr skóginum og út á bílarplan sem hann að hliðina og svo koma nokkur aðrir að okkur og ég bara, eins og ég teka hann bakpokan og leggja niður og reynum bara að halda honum með meðvindund og síðan gerist það að hann misti meðvindund og þeim punkti erum við búin að hringja á neðalínuna og við látum vita hvað er í gangi og þegar við segjum að það sé liðið yfir hann að þá fá að vita íhugið að byrja hjartanhnoð og endurlífgun og ég ligg með hann í fanginu á þeim tímapunkti og finn svona hvernig hann bara hvernig lungun tæmast og þá er hann að hætta að anda. Nei. Og þá í rauninni án þess að hugsa og þegar ég var með mikið adrenalín sjálfur og háan púls að þá einhvern veginn bara niður og byrja að hnoða á endurlífgun og þá er það eitthvað sem allir hermenn læra. Það er svona skyndihjálparnámskeið það sem endurlífgun er hluta því og ég byrja bara eins og mér var kennt og án þess að hugsa í rauninni og hann kemst aftur til meðvindar og stuttu setna kemur sjúkrabíl og eftir ákveðin svona test þá kemur í ljós að það fannst sem sagt efni í blóðuna sem bentu til þess að hjartað hans hefði stoppað og á sama tíma fundust það var frumudauði í bæði hjarta og lifur þannig að hann var komin í lífshættu. Shit. Og það var ágætt einhver var að staðnum til að geta aðstöðan. Þú og þegar það er endurlíkun þá varstu þess að þú byrjaðir að hnoðan og blása. Þegar þú ert að hnoða, þarf maður að brjóta rifbeinin? Já, svona það gerist. Já. Ég reyndar held að hans hafi ekki brotnað en hann fann alveg fyrir því þegar hann vaknaði og ég fór í heimsókn á spítalann hann var mjög aumur drullu pirraður það bringubeina hans hafi eitthvað aðeins svona brákast. Já, nei, hann lítur nú að vera sáttur með þetta. Já, hann var það. Þú ert með 3 blöð fyrir fram að þig með slatta texta, er eitthvað bara til þess að gefa þér sensin að þau koma einhverju herinn, norska herinn eða þitt líf á framfæri sem að þið finnst ekki að koma nægilega vel fram. Ég er náttúrulega bara líka svo forvitin að heyra hvernig þetta er náttúrulega klikkuð ákvörðun fyrir mér allavega að taka út af því að eins og að segja, menn kannski veit ekki alveg nógu vel af þessu og fyrir mér var þetta bara svona hvort er það HÍ eða HR eða kannski skiptinám og síðan þegar maður heyri herinn þá maður bara handsprengjur og skambissur og allt þetta en síðan náttúrulega maður talar við einhvern sem hefur gengið gegnum eins og þig þá heyrir maður þetta töluvert meira. Þannig bara hvort það sé eitthvað meira sem að þið langar að segja frá eftir þessi 7 ára af herrnámi og herrskyldu. Nei, ég er rauninni búin að segja eiginlega allt sem ég ætlaði að segja en kannski bara nefna ástæðan fyrir að mér langa kominga og tala við og fólk geti kannski aðeins fengið að heyra þetta er að vegna þess að við erum ekki með her hérna þá náttúrulega augljóslega er ákveðin svona vanþekking og kannski ranghugmyndir hvernig her er og mikið af skilningi í Íslandi almennt og það var þannig á mér sjálfum áður en ég fór út og gerði þetta að þetta er byggt á svona kannski amerískum bíómyndum og að svona fólk heldur þetta sé á einhvern ákveðin hátt en vonandi fyrir það sem hafa hlusta að þetta er aðeins öðruvísi og þetta er ekki bara verið að öskra á fólk og einhver bilaður ægi það er verið að stíla inn á persónulega þætti það er leiðtogun og allir þessi hluti sem ég er búin að nefna bara eins og hvað er mikilvægt til leiðtoga að hafa traust að bera ábyrgð valdi sem maður hefur yfir fólki sem er bæði jákvætt og neikvætt hvernig maður notar það ægin skipulagið allt saman og það er að vera hvað persónunar eru mikilvægar í her og hvernig maður þarf að vera maður sjálfur það er svona það sem ég langaði að tala og það er það sem við erum búin að tala hérna. Já, pretty much hvað leiðtógun er svona kjarnin í þessu öllu saman. Já, og eru þið mörg sem að útskrifist svona undir lokin eftir þetta 3 ára nám? Við vorum 61 í mínum árganga. Það var þessi 40 sem tölum í inntökuprófunum og svo eru 20 sem koma úr
svona öðrum frá fyrst í grunnnám og svo beint inn í háskólan, þannig að við vorum 60 í heildina. Ok, og þið vitið þá öll að þið hefur gengið í gegnum þetta sama og búið núna svona svolítið yfir þessum hæfileikum. Já. Ekki svolítið geggjað að þekkja líka þennan hópa af fólki? Jú, það einmitt svolítið magna, það umhverfið. Það sem sagt að koma inn í svona eins og þennan herháskóla og svona hvernig allt saman þarna. Þetta svona svolítið sérstakt, algjörlega. Og þú ert með svona bara ákveðin hóp af fólki sem búið að svona síja út og svona selektera inn, að þá ertu komið með svona ákveði mengi af fólki sem þú finnur ekkert endilega hvar sem er. Já. Þú ert ekki með, var ekki beint margir sem voru latir þarna. Nei, einmitt. Langt flestir með einhvern íþróttalega bakgrunn og í góða formi til að þola allt þetta sem ég er búin að lýsa þarna og komast í gegnum það. Og sé líka bara svona almennur drifkraftur í öllum. Það vilja allir rosalega vel, það vilja allir gera sér besta. Og það skína fólki, sko. Já, er það? Já, alveg klárlega. Þetta er mjög svona hvetjandi umhverfi og bæði, fólk fyrir sig persónlega og fyrir aðra. Maður fekk rosalega mikla aðstoð frá samnemendum sínum. Og ég held að það sé ekki svona mikið í almennum skólum að þú fáir svona mikið frá samnemendum. Við tölum oft það í skólunum að þú ert menntaður á skólunum og kennurunum, en það álíka sér stað rosalega mikið kennsla og menntun bara á meðal samnemanda. Já, ok. Það fólk kemur með svo mikla reynslu inn, þegar þú tekur alla saman, mikill reynslu að deila. Sumir hafa verið í heraðgerðum erlendis og í einhverju löndum og aðrir í einhverjum öðrum löndum og aðrir hafa verið rosalega lengi í þjálfuninni heima og í mismunandi herdeildum. Og svo náttúrulega líka bara bakgrunnin sem maður hefur áður en byrja hernum. Þetta allt kemur saman og við erum svo mikið að interakta og tala um eitthvað annað að það bara á sér stað rosalega mikil þjálfun sem maður svona, kannski veit ekki af. Og svona allt í einu fattar maður er búin að vera svo mikið í kringum alls konar fólk og það er svo mikið verið að deila og tala og kenna hvort öðru að það maður búin að læra bara fullt af hluti sem stóð ekkert í námskránni endilega. Það bara gerðist að þið verum í þessum aðstæðum og í þessu umhverfi. Einmitt. Finnst þér vera svona jákvæð samkeppni meðal samnemenda? Og það, allir náttúrulega að reyna að standa sig vel og eins og þú varst að tala um þegar ég var að spyrja hver var svona lágmark fyrir hnébeyguna eða eitthvað svoleiðis, en þú nefndir bara hámarkið, sko. Þannig augljóslega eru menn svolítið að keppast þarna, en finnst þér, og getur þú sagt bara í fullri hreinskilni að fólk sé samt að vinna saman, skilur? Þetta snýst ekki að slá hinn aðalann út. Já, í náminu klálega, en það er alveg til dæmi það í inntökuprófum að svona kannski fólk reynir aðeins að kannski ekki beint skemma fyrir hvort öðru en kannski lætur það vera að hjálpa grunniðinu og þegar þá ert að keppast til fólk að komast inn. Einmitt. En þegar þú ert komin inn þá allir bara að reyna að bæta sig og verða betri af því að markmiðið er að allir komist í gegnum námið og verði leiðtogar í hernum að námi loknu. Já. Þannig að það er rosalega mikið samheldni og mikið vilji til að hjálpast að. Ok. Já, ég meina þú mynd búa því bara að eilífu allan að þekka þetta fólk og örgulega geggja þeim þú varst að tala um að bara umhverfið að þú veist, vera í kringum svona hóp, skilur, að það sé ekki einhverjir sem að draga niður út af að þannig allir búnir að fara í gegnum svo rosalega filtera og væntanlega með þetta dreif og langar að gera eitthvað. Já, klálega, það er mótiverandi að vera í kringum mótivera fólk. Já. Það er það algjörlega. Maður finnur það bara, að þú ferð í íþróttalið eða crossfit-stöð eða eitthvað, það er allir mótiveraðir að gera eitthvað og þá verður automatist mótiveraðir af því. Já, og byrjar að bera þig saman við bara fólki í kringu þig og allir er að afreka eitthvað og þú bara setja þig á sama standard og þau. Algjörlega, en það hefur líka fólk sem upplýði það væri rauninni svona niðurbrjótandi að bera sig saman mikið við aðra. Einmitt. Þannig að það var hluti af náminu og hvað þeir kennt okkur að berðu þig saman á jákvæðunótunum við aðra. Ekki vera að reyna að vera einhver annar sem þú getur ekki orðið. Heldur taktu kannski bara eitthvað jákvæður fari þess einstaklings og reynda það svona innleiða í þitt. Já, fekar hann að horfa á það eitthvað og mér langar að vera svona. Nákvæmlega. Já, magna maður. Mér langar í herinn mínus öll þessi helvík og blöytur í fæturna og já, svefnleysið og allt þetta. Ef ég fæ að sleppa því og fæ aðeins meira að borða þá er ég til, sko. Já, en
það er partur af þessu, þannig að maður þarf að svona setja sig við það. Já, en að öðru leiti er þetta frábært. Það eru verðlaun á hinum endanum, það Heldur má betur. segja það. Og þetta, já, og hérna, það hljómar eins og þessi, einmitt, það sem þú sást á hinum endanum í byrjun þáttarins, það er ansi mikið og ansi gjöfult, eitthvað sem þú tekur með þig bara út allt lífið. Þetta er ekki bara einhver smá verðlaunafé, þetta er bara, þú veist, og eins og þú sagði líka bara hafa kynst sjálf við þér, sko. Mér finnst það svolítið magnað, hvað þú ert látið gangi gegnum margt bara til þess eins að þekkja sjálf þig. Algjörlega, og það var sagt við okkur í skólanum að þetta er leiðtogaþróun, þetta er líka persónuleika þróun. Þú þarft það eitt svið af því að vera leiðtogi er að þekkja sjálfan þig og þú veist, þróa þig sjálfan sem persónu til að geta verið betri leiðtogi. Þetta er ekki. Herðu, Bjarki Brynjarsson, 1000 takkir fyrir að koma í spjall og segja mér frá þér og norska hernum og ég segi bara gangið vel með næstu 2 ára þinni herskild. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér. Ciao.